halló, heyrðu, halló, það heyrist ekkert, halló.
Ágætu félagsmenn í FEB, hjartalega velkomin á þennan fund sem haldinn í tilefni af því að það í tvennum tilgangi. Það að halda upp á afmæli félagsins sem var 40 ára 16. mars síðastliðinn og framundan sveitarstjórnarkosningar 16. maí. Þannig að við sláum 2 flugur í einu höggi. En jafnframt býð ég þau sem eru með okkur á fundinum en eru í streyminu einnig velkomin. Nú á meðal vor eru oddvitar allra stjórnmálaflokka sem að bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningunum og býði þau öll velkomin. Það reyndar vantar einn oddvita, Ara Edvald, en hann vantarlega fastur í umferð. Nú, mér langar að segja ykkur frá því að árið 2023 þá lét Landssamband eldri borgara gera könnun eða hálfgerða rannsókn á því hvort að eldri borgarar væru byrði á samfélaginu. Í ljós kom að útsvarstekjur 67 ára og plús væru 12.000 milljónir umfram kostnað sveitarfélaga við þennan hóp. Og þetta úttekt sem KPMG endurskoðanda fyrirtæki gerði. Þannig að bara svo það sé ljóst. Og við segjum stundum, við erum virði en ekki byrði. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra og mér langar að biðja Boga að taka við keflinu. En Bogi okkar Ágústsson náttúrulega þjóðþekktur á Íslandi, eins og þið vitið, búinn að vera í stofunni hjá okkur í áratugi. Ég segi því þennan félagsfund FEB 17. apríl 2026 setta. Takk fyrir. Kærar þakkir, Sigurður, takk fyrir að sýna mér það traust að biðja mig að stýra þessum fundi fulltrúa framboða í Reykjavík. Eins og Sigurður minntist á að þá eru komnir hérna 10 fulltrúar af 11 framboðum í Reykjavík og Ari finnur lítið bílastæði innan tíðar. Og við ætluðum að hafa þetta þannig að við byrjum á því að bjóða frambjóðendunum að flytja 2 mínútna ávarp. Svo verða hér umræður og ég reyni að leitast eftir því að það verði skipt nokkuð jafnt, að það fá ekki einhver einn að einoka. Og síðan gerum við ráð fyrir því að ef að fundarmenn hafa mikinn áhuga, að þá geti þeir sent dýrleifu og öðrum starfsmönnum félags eldri borgara hér skriflega spurningu og þau meta það síðan hvort að það á spurningin á erindi í umræðurnar eða ekki, og það sama gildir fólk sem á netinu, það getur sent skilaboð og það verður metið hvort það verður tekið til umræðu ekki. Í lokin ætlum við svo að bjóða frambjóðendum upp á 1 mínútu ávarp. Og auðvitað stýrist umræðuefni af áhuga þessa félags sem að stendur fyrir þessum fundi. Virði en ekki byrði, sagði Sigurður Ágúst hérna rétt áðan. Og það eru ákveðin hagsmunamál, það eru ákveðin atriði sem að félagi hefur lagt áherslu á, sem að við reynum að taka hér til umræðu. En ég ætla bara að biðja ykkur að virða það að
alla þáttakendur að það eru 11 manns í pallborðinu. Við höldum þetta sé í Kári Jónasson, minn gamli félagi og vinur, var að nefna það að sennilega þetta í fyrsta skipti sem að þeir koma allir fram í kosningabaráttunni fyrir, allir fulltrúar allar flokka í kosningabaráttunni fyrir þessar kosningar núna og það er út af fyrir sig ánægjulegt. Það var dregið röð og það var dregið og sú röð ræði því í hvaða eftir hver byrjar og hver endar á því að ávarpa og svo gerum við það öfugt í lokin. Þannig að ég ætla að byrja á því að fá Silju Sóli Birgisdóttur frá Sósíalistaflokknum til þess að ávarpa fundinn og ég tek tímann og ég bara hvatt á ef að fólk komið fram yfir sinn tíma, kannski 5 sekúndur en ekki meir. Gjörðu svo vel, Silja. Já, takk fyrir. Ég ætla bara að byrja með að þakka fyrir boðið. Það er mjög ánægjulegt að vera hér með ykkur í dag. Og það orðið ljóst að það hefur ekki verið gert nóg í málaflokki aldraða og það er búið að safnast upp rosalega mikil innviðaskuld. Það hefur ekki verið byggt nóg af húsnæði fyrir aldraða sem eru að minnka við sig og það hefur ekki verið byggt nóg af hjúkrunarrýmum sem hefur sett verulegt álag á heilbrigðiskerfið. En við í Sósíalistaflokknum við leggjum höfuðáherslu á óhagnaðardrifna stefnu í húsnæðismálum. Við viljum byggja fjölbreytta valkosti fyrir eldri borgara með áherslu á hagkvæmar íbúðir, þjónustukjarna og hjúkrunarheimili. Og jafnframt teljum við mikilvægt að Reykjavíkurborg reki fleiri hjúkrunarheimili en núna eru þau aðeins að reka droplaugarstaði. Önnur hjúkrunarheimili í Reykjavík eru hagnaðardrifin sem að skapa óásættanlegt ástand en með beinum opinberum rekstri þá getum við verið með skýrt verklag og samræmda þjálfun og veitt íslenskukennslu til starfsfólks þannig að eldri borgarar sem að búa á hjúkrunarheimilum geti lifað með reisn og njóti friðar á sínum síðustu æviárum. Og líkt á stefnu okkar í skólamálum þá viljum við færa þjónustuna nær borgurum. Við leggjum áherslu á að heilbrigðisþjónusta eins og augn- og heyrnarlækningar séu veitt innan hjúkrunarheimilana. Og til að sem flesti geti lifað sjálfstætt sem lengst þá viljum við einnig sjá til þess að heimaþjónustan sé vel fjármögnuð og vel mönnuð og að það sé nægilegt og gæða eftirlit með þjónustunni og þar sem það hefur komið upp að ofbeldi gegn öldruðum er algengt þá viljum við að Reykjavíkurborg setji raunverulega aðgerðaráætlun til þess að sporna gegn því. Og með stafrænni breytingu á þjónustu Reykjavíkurborgar þá þurfum við að passa þess að allir hafi raunverulega aðgang að mikilvægum upplýsingum. Við viljum auka upplýsingamiðlun og fræðslu til eldri borgara réttindi þeirra, þjónustu sem stendur til boða og aðstoð við að nálgast hana til að tryggja að enginn læsist úti vegna örra breytinga. Takk. Takk. 1 minúta og 52 sekúndur. Sanna, gjörðu svo vel. Til hamingju með afmælið og þið fáið greinilega sólina með ykkur í lið á þessum fallega degi. En við hjá Vinstrinu við vitum að eldri borgarar eru mjög fjölbreyttur hópur hvað varðar félagslega stöðu, fjárhagslega stöðu, áhugamál og svo framvegis. Þannig að það er auðvitað okkar hlutverk borgarfulltrúa að hlusta á fjölbreyttar raddir eldri borgara varðandi þjónustuveitingu og í stefnumótun og ekki bara hlusta heldur sækjast eftir því að fá fram ólík sjónarmið og ólíkar raddir. Af því við vitum að hóparnir eru fjölbreyttir. Við viljum auðvitað að Reykjavíkurborg sé aldursvæn borg og þá er margt sem þarf að taka tillit til í skipulagningu bæði borgarrýmis og hvernig þjónusta er veitt. Þannig að í einhverjum tilfellum þá getur verið gott að bjóða upp á lausnir velferðartækni en í einhverjum öðrum tilfellum þá gengur það alls ekki að því að maður vill bara stundum fá að tala við manneskju. Það hefur verið talað ofbeldi gegn eldra fólki og þetta er eitthvað sem að þarf að komast meira upp á yfirborði. Þessi umræða er byrjuð en þetta hefur auðvitað verið dálítið svona dulið þannig að við þurfum auðvitað að tala fjárhagslegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og líkamlegt ofbeldi og hvernig við getum verið með forvarnir og fræðslu til þess að fyrirbyggja slíkt af því þetta á sér margar birtingamyndir og við erum að heyra ýmislegt eins og þetta sé jafnvel frá nánum aðstandendum og þetta varðar fjársvindl, netsvindl, þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem við hjá Vinstrinu tökum mjög alvarlega. Við viljum auðvitað öll bara búa við öryggi. Óháð því hversu, óháð aldri, þá viljum við öll búa við öryggi og þar er húsnæði mikilvægur grunnþáttur. Hvort sem að það er að geta minnkað við sig eftir að börnin eru flogin úr hreiðrinu og barnabörnin kannski að koma minna í heimsókn, að geta einhvern veginn
minnka við sig þannig að þessi raunhæfur kostur. Ég var að tala við vinkonu mín daginn og hún er sem sagt eldri kona sem í félagslega kerfinu og hún myndi gjarnan vilja skipta íbúð og fá eitthvað sem sko ekki í blokk, einhvern veginn að geta einhvern veginn verið kannski meira á jarðhæð og verið í meira aðgengilegu húsnæði og þessi auðvelt að skipta íbúð án þess að sér komin einhvern biðlista að bíða eftir húsnæði og það taki langan tíma og ef þú ætlar á almenna leigumarkaðinn þá hafur ekki efni á því. Þannig að svona oft talað að það eins og þessi hópur gleymist aldrei hvað þetta varðar. Auðvitað eigum við líka öll bara rétt á því að vera með góðar ráðstöfunartekjur, að við getum auðvitað bara átt góð efri ár og við höfum efni á því sem við þurfum og það er svo margt sem ég vildi sagt hafa. Ég endi þetta Núna er tíminn búinn. Fleiri p-bílastæði, já, Ari getum alveg rölt en við þurfum fleiri fyrir Takk Sanna, Einar Þorsteinsson. Það er bara farin að færast hiti í kólun hérna strax. Til hamingju með afmælið og takk fyrir að bjóða okkur í framsókn á þennan fund. Fyrir okkur í framsókn þá snúast þessar kosningar eldra fólk. Ekki bara þennan hóp sem er í ykkar hópi í dag, heldur þann sístækkandi hóp sem bætist við á næstu árum. Þjóðin er að eldast og við verðum að skipuleggja borgina út frá hagsmunum eldra fólks. Þess vegna hleypti ég af stað á þessu kjörtímabili stærsta uppbyggingarátaki í húsnæðismálum eldri borgara í sögu Reykjavíkur. Núna eru 4 lífsgæðakjarnar á teikniborðinu með á 3.000 íbúðum í skipulagsferli og þetta eru alls konar íbúðir. Þetta eru íbúðir sem eru eignaríbúðir, leiguíbúðir, búsetaréttaríbúðir og félagslegar íbúðir og þær eru hannaðar með það að leiðarljósi að eldri borgarar njóti lífsins, séu í virkni, samskiptum við aðra, hreyfi sig og umfram allt geti fylgt maka sínum sem er kannski í annarri þjónustu þörf en hinn. Og við verðum bara að skipuleggja borgina út frá hagsmunum ykkar. Við þurfum líka að grípa til aðgerða til þess að létta af ykkur álögum. Við í Framsókn höfum lagt fram tillögur lækkun fasteignagjalda en þær hafa verið felldar af þessum meiri hluta sem elskar skatttekjur. Það er hægt að hækka tekjuviðmið afsláttana þannig að það sé létta af ykkur gjöldunum. Við höfum líka lagt fram tillögur það að koma á laggirnar frístundastyrk fyrir eldra fólk og svo tillaga var enda líka felld 4.000 krónur á mánuði og það er alveg eins og með unga fólkið sem fær frístundastyrk, börn og ungmenni að þá þarf eldra fólk líka að við þurfum að virkja alla til heilsueflingar og samveru og við munum koma þessu á næsta kjörtímabili. Nú, Reykjavíkurborg hefur allar forsendur til þess að vera besta borg í heimi fyrir eldra fólk. Það er bara þannig. Þá held ég aftur áfram á eftir. Þú verður að gera það Einar og við förum yfir til Hjördísar sem er fulltrúi framboðsins sem að kalla sig góðan daginn. Mér láðist að skrifa niður hvers dóttur þú ert Hjördísa. Ég er Hjördís Dröfn. Ég galla jafna því, en svo ég er Hjördís Dröfn og er hérna fyrir góðan daginn framboðið. Takk kærlega fyrir að bjóða okkur að koma og vera hérna með ykkur. Ingimar Þór sem er oddviti flokksins, hann ætlaði að koma en við þurftum að vera á 2 stöðum og ég var frekar en hann þannig að ég fekk að velja og ég kom hingað. Það er svo skemmtilegt með eldri borgara. Þegar ég man eftir ömmu og afa þá ég kalla það nægjusama kynslóðin. Þau báðu aldrei neitt, fóru aldrei fram á neitt og gáfu bara af sér. Blessunarlega að þá er þetta svona aðeins að hríslast af okkur þegar við eldumst og mér finnst frábært hjá ykkur að fá okkur til þess að koma hingað og vera með ykkur og spyrja hvað ætlið þið að gera fyrir okkur. Og það er svo mikilvægt að eiga þetta samtal af því eins og ég var að fara yfir, ég tók 20 ár aftur í tíman og svo ef ég horfi 20-30 ár fram í tíman þá eru þarna allt aðra þarfir eins og Einar kom inn að þar sem að hópnum er sífellt að fjölga. Við teljum því að það sé rosalega mikilvægt að eiga ekki bara einu sinni samtalið, heldur reglulega. Hver eru þarfirnar núna, hvernig eru það að breytast og hvert eru það að fara. Og þá
eitt af því sem að skiptir bara hvað mestu máli, það er að fólk geti búið sem lengst heima. Ég er að fylgja foreldrum mínum í gegnum það núna að vera eldri borgarar. Þar sem að mamma er komin inn á hjúkrunarheimili og ég sit lengi hjá henni og er búin að kynnast öllum hinur líka af því að það er svo skemmtilegt fólk þar. En það er að fá að vera heima eins lengi og ekki bara sem einstaklingur, heldur líka þegar eru pör að geta verið heima. Og þegar annar er farin að veikjast, að geta þá fengið heimaþjónustu. Þannig að heimaþjónusta skiptir gríðarlega miklu máli og síðan að fólk geti farið saman. Takk, Hjördís Dröfn. Þú ert tíminn 2 mínútur. Það er Ari Edvald frá Miðflokknum. Gjörðu svo vel, Ari. Já, Ari Edvald, oddviti Miðflokksins. Það er eitt meginatriði í okkar stefnu sem snýr að eldri borgurum, eldra fólki. Það er að einmitt að gera fólki kleift að dvelja heima hjá sér eins lengi og það hefur áhuga á og kostur er á, og með þá samhæfðri heimahjúkrun. Ég nú einmitt, eins og fleiri hérna kannski, gengi gegnum það síðustu árin með móður minni sem er nýfallin frá, að þetta prógram eiginlega allt saman, að byrja í mat og hreingirningu og lyfjagjöfum, aðstoð heimaþjónustu, félagsstarfi, tómstundum, svo í Maríuhús og svo á Eyr. Þannig að ég er alveg sannfærður að það er góð stefna og hluti af þeirri stefnu eru þetta fjárhagslegi þátturinn. Reykjavíkurborg er mjög há í öllum gjöldum eins og þetta kom fram, bæði útsvari og fasteigngjöld 0,8% og er eftirbátur annarra sveitarfélaga í að gefa afslætti frá því. Þannig að það er hlutur sem þarf að huga að. Varandi hjúkrunarheimilin þá hef ég verið mjög ánægður með þá starfsemi. Það er auðvitað stefnt að því að auka þar við og mikil og brýn þörf úr 3.000 í 4.500, en það er kostað af ríkinu og ég tel nú að það sé mjög góðum farvegi hjá sjálfseignarstofnunum í dag að mestu leyti og skiptir ekki öllu máli hvort Reykjavíkurborg kemur þar að rekstri eða sjálfseignarstofnanir. Það er ríkið sem greiðir fyrir plássin. En þetta er svona megin þátturinn, að það er að geta verið heima eins lengi og maður kýs. Takk, Ari. Þá er það Steinunn Gyðu og Guðjónsdóttir sem kemur frá Samfylkingunni. Gjörðu svo vel, Steinunn. Takk fyrir. Sæl veriði, hjartans þakkir fyrir boðið til hamingju með 40 ára afmælið. Pétur Martinsson, oddvitinn okkar, forfallaðist í daganum, biður fyrir góðar kveðjur til ykkar allra. Samfylkingin vill borg þar sem er gott að eldast og við viljum að eldra fólk hafi fjölbreytt tækifæri til að láta til sín taka í samfélaginu og að það hafi síðan aðgang að stuðningi og þjónustu við hæfi þegar það þarf á að halda. Og þetta eru auðvitað margþætt og margt af þessu eru samvinnuverkefni ríkis og sveitarfélaga og þetta eru sannarlega áhersluatriði Samfylkingarinnar bæði á landsvísu og í sveitarstjórnum all land. Og á landsvísu þá hefur þetta ríkisstjórnin núna, ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur meðal annars fest lífeyri við laun fyrir eldra fólk, hækka frítekjumark ellilífeyris og hafið framkvæmdir við 7 hjúkrunarheimili með það markmið að helminga biðlistan á næsta ári og eyðunum árið 2030. Og svo hefur líka fjölgað mjög í hópi fólk sem er með fastan heimilislækni. En í Reykjavík þá erum við með samþætta heimaþjónustu og heimahjúkrun og höfum verið með í 15 ár og það hefur gengið vel og lengst af vorum við eina sveitarfélagi sem var með þeim hætti og það eru okkar stefnuskrá að gera enn betur í heimaþjónustu og síðan er mikilvægur partur af þess að við viljum að það sé málstjóri sem að taki við keflinu þegar þjónustu þörf vex, bæði til þess að létta eldra fólki lífið en líka til þess að veita stuðning til aðstandenda. Frambóðið okkar í Reykjavík er síðan mikið með augun á hverfunum og þar eru félagsmiðstöðvar sem við sjáum mikil tækifæri í. Við viljum að þær séu aðlaðandi og þar séu tækifæri fyrir sjálfsprottið félagsstarf sem að hæfir áhugasviði fólks hverju sinni og hvort sem að það er Jimi Hendrix klúbbur eða skák eða glæpasöguspjall, að við viljum að fólk hafi tækifæri til þess að skipuleggja og gera það sem að hentar þeim. Og við setjum líka aukna áherslu á heilsueflingu og viljum efla íþróttafélögin enn frekar í að stíga inn í það. Nú óhagnaðardrifin uppbygging húsnæðis er síðan grunnþáttur í okkar jafnaðarstefnu og það á ekki síst við húsnæði sem að hentar þörfum og óskum eldra fólks og við viljum gjarnan halda áfram á þeirri braut og tryggja öllum öruggt heimili. Takk fyrir. Takk. Þá er það Flokkur fólksins, Guðmundur Ingi Þóroddsson.
Gjörðu svo vel. Sælverið, til hamingju með afmælið og takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Guðmundur Ingi, ég var að reyna að tala hratt. En fyrir síðustu kosningar hér til Alþingis satt Inga Sæland í þessum stól og hún hét því að berjast fyrir raunverulegum umbótum í málefnum eldra fólks. Hún hefur svo aldeilis staðið við það og gott betur en það. Frá því að flokkur fólksins fór í ríkisstjórn hefur hann hrint í framkvæmd mörgum af stærstu málunum en það var með ykkar stuðningi og það tókst og við ætlum að gera enn betur núna. Núna framundan eru borgarstjórnarkosningar þar sem að Reykjavíkurborg gegnir lykil hlutverki í þjónustu eldra fólks. Við leggjum höfuðáherslu á að bæta hag eldra fólks, öryrkja og fatlaðs fólks, hópar sem að hafa staðið og setið lengi eftir. Með ykkar stuðningi ætlum við að lyfta grettistæki í borginni. Við höfum sýnt það í verkum að við stöndum við það sem við segjum og við látum verkin tala og það mun ekki breytast. Við tryggðum skattfrjálsan jólabónus til tekjulægstu sem náði til hátt í 20.000 eldri borgara. Og það skiptir máli að halda því til haga að fulltrúar Miðflokks, Sjálfstæðisflokks sögðu nei og kusu á móti því og Framsókn satt hjá. Við höfum hraðað uppbyggingu hjúkrunarheimila allt land og sett skýra áætlun að eyða biðlistum. Fólk á ekki að þurfa að bíða árum saman eftir þjónustu. En verkefnin eru mörg. Við viljum tryggja að efnaminna fólk fái raunverulega stuðning til þátttöku í samfélaginu. Við viljum efla heima þjónustu og heima hjúkrun. Við viljum tryggja að enginn sitji einn og einangraður. Sérstaklega þarf að ná betur til eldri karla sem að margir búa við mikinn einmanaleika. Við ætlum að tryggja húsnæðisöryggi, eldra fólk á ekki að búa við óvissu. Við ætlum að auka framboð íbúða og vinna markvisst að því að útrýma biðlistum eftir þjónustu íbúðum sem að 64 bíða núna eftir slíkri íbúð. Guðmundur Ingi, 2 mínútur eru liðnar og þá fær Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, mikrofónið. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir, til hamingju með daginn og takk fyrir þennan fund. Við Sjálfstæðismenn viljum auðvitað að borgin sé góð fyrir börn og alveg upp öll æviskeiðin og sé góð borg líka fyrir fólk til að eldast. Og eins og einhver sagði hér og við segjum alltaf líka að Reykjavík hefur alla burði til þess að vera besta borg í heimi fyrir fólk til að eldast í. Húsnæðismálin brenna mjög á okkur fyrir hóp eldra fólks og við ætlum okkur auðvitað að fara að skipuleggja miklu meira land. Og þar á meðal viljum við útluta fleiri lóðum, meðal annars undir uppbyggingu á vegum hagsmunasamtaka eldra fólks. Við viljum að byggðir séu fleiri lífsgæðakjarnar. Við viljum auðvitað fara í uppbyggingu hjúkrunarheimila í samstarfi við ríkið og einkaaðila og svo viljum við auðvitað líka að almenn húsnæðisuppbygging, bara húsnæðisuppbygging í Reykjavík, þegar aðilar eru að byggja hérna húsnæði sem á að selja eldra fólki, að það sé við hæfi þess fólks, að það sé eitthvað sem fólk vil kaupa, þar séu bílastæði til að mynda. Þannig að við viljum breyta stefnu í þeim efnum, en forsenda þess að fólk geti búið heima, svo lengi sem það kýs, er auðvitað öflug heimaþjónusta og heimahjúkrun. Nú við höfum talað í mörg ár fyrir að stækka þann hóp sem nýtur afsláttakjara af fasteignarsköttum og þetta hefur verið stefnumál okkar að minnstakosti frá 2018 að við viljum hækka þessar viðmiðunartekjur þeirra sem njóta afslátta og gera þetta samkeppnishæfara við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Önnur sveitarfélög standa sig betur í þessu og svo viljum við auðvitað stuðla að heilbrigði og vellíðan eldra fólks og þá myndi ég fyrst og fremst vilja forgangsraða þannig að borgin okkar sé aðgengileg fyrir fólk að vera úti og njóta hennar, að fara út að ganga og njóta náttúrunnar og grænu svæðana og við viljum fjölga þessum upphituðu stígum, hafa fleiri bekki hérna í borginni til að setjast. Við styðjum líka frístundastyrk fyrir eldra fólk, við viljum draga úr einmannaleika og ég geti lengi talið og við fáum vonandi gott samtal við ykkur hér á eftir allar þessar hugmyndir. Kæra þakkir, Hildur, og þá það Sigfús Aðalsteinsson sem fyrir frambóðið Okkar borg. Ég þarf þá ekki að segja það, Okkar borg, en ég var næstu bara farin að segja það sem Jón Gnarr sagði hérna þegar hann byrjaði, ég ætla bara að gera það sem þau ætla að gera, því að þau eru búin að lofa svo miklu, en ég held við ættum aðeins að skoða líka litlu málin, frítt í strætó, frítt í sund, og það að þjónusta vel fólki sem getur ekki séð heimili sitt sjálf, ekki að koma einhverju manneskja á sletti vatn á gólfið einu sinni í mánuði, heldur að það sé meiri þjónusta, einhverju sé aðstoða betur, séu ekki hafnað öllu sem þið biðjið þegar þið hringið í félagsþjónustuna og annað slíkt. Þessi loforð eru bara svona hjóm,
En ég ætla að biðja ykkur bara, því að ég nú eiginlega bara á ykkar aldri, sko, að hugsa til þess að við getum átt svo gott líf og ef allir eru ekki að lofa ykkur allt og miklu upp í hendurnar á sér. Við þurfum bara að fá þetta litla, þetta þægilega og njóta þess tíma sem við eigum eftir þegar við erum hægt að vinna og fram að þeim tíma sem við þurfum þá að fara inn á hjúkrunarheimili eða eitthvað slíkt og getum svo sem notið þess þar líka, en við þurfum þá að eiga greiðan aðgang þangað og Guðmundur ætlar nú að redda því. En við bara vonum það að ef við komumst að við getum líka fundið til litlu hlutina. Ég sé marga sundfélaga og annars líkt og það svona með betri stöðunum sem að við, eldra fólkið, förum á. En ef að verður þá munum við sjá fullt af hlutum. Takk fyrir mig. Takk, þá það Sandra Hlín Guðmundsdóttir fyrir Viðreisn. Já, góðan daginn og takk fyrir að fá okkur og til hamingju með daginn. Við í Viðreisn viljum beita okkur fyrir máli sem að stendur mér mjög nærri, en það semst það að þegar fólk nálgast eftirlaunaaldurinn og fer á eftirlaun, þá það stærsta svona breytingin sem verður á æviskeiðinu. Og okkur finnst skipta rosalega miklu máli að fólk fái ráðgjöf og stuðning á þessum tímamótum á sinni ævi. Að sjá hvað í boði, hvað þýðir það að hætta að vinna, hvað getum við gert öðruvísi, einhver virkni sem ég get verið í, get ég verið í einhverju félagsstarfi og allt svoleiðis. Get ég farið í nám, það hægt að vera í námi alla ævi. Þannig að við viljum efla svolítið þetta og tryggja öllu fólki sem að fara á eftirlaun, svona kannski rétt áður en að þetta skellur allt saman á, að þið viti hvað í boði og hvað getum við gert og fengið ráðgjöf og stuðning sem að passar fyrir ykkur. Svo það þetta samgöngurnar líka, það nú aðeins verið talað þær hérna. Við viljum auðvitað tryggja góðar samgöngur í borginni og við viljum að fólk komist leiða sinna, alveg sama hvernig það og við viljum líka tryggja bara góð, græn svæði, góðar gönguleiðir, bekki sem fólk getur sest á og alls konar svoleiðis. Og svo það þetta húsnæðið, að það ákveðin vandi að þegar það verið að byggja ný hús í borginni, að þá ákveðna reglur og einhver viðmiðum að íbúðurnar þurfa að vera svona stórar og hinsegin og eitthvað svona og það ekkert verið að byggja nóg af til dæmis litlum íbúðum inn í hverfunum og þannig að fólk kannski fast í stórum húsum eða stærri eignum en vill samt ekkert fara úr hverfinu og þannig sitja þessar eignir bara einhvern veginn og bíða. Þannig að við viljum fjölga þessum litlu íbúðum sem henta vel fyrir 1 eða 2 einstaklinga. Og svo það þetta heimaþjónustan. Það skiptir máli að hún sé í lagi og hún sé sniðin að þörfum þeirra sem þurfa að nota hana og þá alls ekki vera þannig að þau sem að nýta sér heimaþjónustu eigi að lendi því að alla mánudaga mæti bara 15 manns heimtíðin og svo kemur enginn í mánuð. Það þarf að skipuleggja þetta miklu betur. Já. Tíminn búinn, vá. Okay. Já, 2 mínútur geta verið mjög fljótar að líða. Oktavía Hrund Guðrúnar Jóns frá Pírötum, gjör svo vel. Kæra þakkir og takk fyrir boðið til hamingju með afmælið og takk fyrir samstarfið sem félagið hefur haft í mannréttindaráði. Það hefur verið bara einstaklega yndislegt að hafa Sigurð og eitthvað fólk til hliðsjónar það líka og allt það góða sem þið hafi komið með inn þar. Hjá Pírötum skiptir sjálfsákvörðunarréttur einstaklega miklu máli. Samráð, öryggi, aðgengi og að lifa með reisn eiginlega það sem við stöndum fyrir, höfum alltaf staðið fyrir og höfum verið í fleiri meiri hlutum en kjörtímabilum og staðið sterkt með. Það sem það þýðir sérstaklega að aldur bara einn hlutur sem skilgreinir einstakling. Við erum skemmtileg, leiðinleg, misvel gangandi, við eigum barnabörn, við stundum eigum við mann, stundum eigum við ekki mann og allt þetta gerir það verkum að það á ekki að koma fram við okkur bara vegna aldurs eða bara vegna kynhneigðs eða bara vegna hvar við fæddumst. Og það hefur einkennt þá hluti sem við höfum staðið fyrir síðustu kjörtímabilin þar sem við höfum líka verið í meiri hluta og þjónustustefnan sem einstaklingsmiðuð hefur verið mikilvæg fyrir okkur, mannréttindastefnan sem líka kemur inn á það sama. Þemafundirnir í mannréttindaráði hafa verið mikilvægir, þar sem við tökum inn ofbeldisvarnir, við tökum inn hinsegin, við tökum inn öldungaráð og við setjum þessa hluti saman.
Því ég hef verulegar áhyggjur af baráttu kynslóðinni fyrir réttindi hinsegin fólk sem núna þarf meiri stuðningur að koma inn í hjúkrunarheimili og sækja sér dagdvalir og svo framvegis, að þau rými eru tilbúin til að taka á móti þeim. Að við erum með stóran hluta af fólki hér í Reykjavík sem er að Erlendabergi brotni. Ég bjó sjálft bara 30 ár erlendis og flutti heim 37 ára og íslenska mín, þetta lærði ég ekki í skóla, heldur bara heima og í sveitrindar. Og það fólk þarf líka að taka þátt. Það skiptir okkur máli ef við gerum hlutina vel og gerum það saman. Oktavía. Erum við búin? 2 mínútur eru liðnar. Takk, Bogi. Já. Kærar þakkir. Þetta fljótt að líða. Svo ætla ég að biðja ykkur að gefa mig merki ef að þið viljið taka til máls. Ég gerir ráð fyrir því og ég reyni að vera eins sanngjarn og mér unnt að deila niður ræðutímanum eins og ég sagði hér í upphafi. Við höfum heyrt svona, Sigfús sagði að vísa að það væri mjög mörg loforð, en mér fannst nú oft vera meira almennt tal að ræða, frekar heldur en einhverjar konkrét tillögur. Ég ætla að byrja á því að fara aðeins aftur í tíman 2 ár, þegar að því var breytt að Reykjavíkurborg breytti samþykktum öldungaráð Reykjavíkur, þannig að fulltrúum félags eldri borgara var fækkað úr 3 í 1. Var þetta á þinni vakt, Einar? Það er alveg hugsanlegt. En af hverju þá? Sko, það er nú kannski Píratar sem hafa meiri áhuga að svara þessu, en það sem er alvarlegast er að öldungaráðið var lagt niður í tíð þessa meirihluta og þar með og sameinað inn í mannréttindaráð sem hefur miklu fleiri hlutverkum að gegna, það er ekki gott og við erum öll fjölbreytt og þó að við eldumst þá erum við samt ólík og þess vegna er gríðarlega mikilvægt að hlusta og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt á næsta kjörtímabili að stofna aftur öldungaráð þar sem að er breið aðkoma eldra fólks en líka að það sé hlustað út í hverfunum, að við endurvekjum íbúaráðin sem er formlegu vettvangur fyrir samtal og aðkomu íbúa, að því það eru hverfin sem skipta máli og að því að fólk hefur alla jafna mestar svona skoðanar á því sem gerist í þeirra nærumhverfi. Þessi meirihluti sem tók við, hann lagði niður íbúaráðin og það kom ekkert í staðinn. Þannig að við þurfum að hlusta, við þurfum að taka mið af ólíkum þörfum og ég heyri það þegar ég tala við eldra fólk að því ég býr svo vel að vera í Framsóknarflokknum og í Framsókn er talsvert að öflugum stjórnmálaleiðtogum á eldri kynslóðinni. Okkur er haldið við efnið og bara svona lítið dæmi það hvernig það er að vera eldri borgar í Reykjavík að ef maður ætlar að fara í heimsókn þá er hvergi hægt að fá bílastæði og ég veit að þessi umræðum bílastæði er stundum svona dálítið leiðigjörn en hún birtist sem mjög raunveruleg áskorun og alvarlegt vandamál að þegar fólk ætlar að fara í heimsókn til vina sinna það veigrar sér við því að leggja af stað vegna þess að sér ekki fyrir sér að geta lagt bílnum sínum. Og þegar ég talaði hérna áðan það að við þurfum að skipuleggja borgina út frá hagsmunum eldra fólks, þá er þetta stefna sem þarf að breyta. Ég talaði við einn rakara daginn og ég spurði hann hvað munu þessar kosningar snúast og hann sagði þetta er bara mjög einfalt. Það þarf að breyta stefnunni. Það þarf að hlusta á fólk og mæta því með aðgerðum og breyta stefnunni. Þannig að þetta er nú svarið. Takk í bíli, Einar. Sanna, þú hafðir einhverjar athugasemdir við þetta. Einar er með skot á ykkur það að þið hafið lagt niður öldungaráð og sett inn í mannréttindaráð og íbúaráð og að íbúaráð hafi hérna horfið og það þurfa að hlusta á fólk, hefur hann eftir rakarannu sínum. Já, ég mæli með að kaupa rakar og gera þetta heima, það einfaldar lífið mjög mikið. En það sem við ákváðum að gera fyrir það bil 1 ári, samstarfsflokkarnir, var að fara nýja leið í þessu íbúasamráði, í nýju mannréttindaráði, þar sem í rauninni fulltrúar ólíkra hópa eru saman og hafa þá þennan vettvang til þess að ræða saman málefni borgarinnar og það sem að tengist þeim beint.
Það er sjálfsagt að einmitt ræða hvernig okkur finnst hafa tekist upp með það og þar sem þið kölluðu eftir tímasettri áætlun frá okkur á þessum fundi að þá finnst okkur í Vinstrunum mjög eðlilegt að þetta sé samvinnuverkefni hvernig við viljum hrinda slíkri áætlun af stað. Þannig ég myndi segja að fyrsta skrefið í því væri í rauninni að kalla eftir því bara hvernig okkur finnist þetta samtal í mannréttindaráði hafa farið fram, hvort að hvernig við viljum sjá þetta svona íbúa samráð. Og ég persónulega verið að segja fyrir mitt leyti að ef við ætlum að endurvekja einhvers konar forma íbúaráðum að þá finnst mér eðlilegt að fólki sé í forgrunni að því að ferlið sem við vorum með gerði ráð fyrir 2 til 3 borgarfulltrúum sem voru jafnvel að enda með að fá greitt sérstaklega fyrir það. Þannig að þetta snýst líka við verjum fjármunum Reykjavíkurborgar sem best þannig að þeir nýtist beint í þjónustu við fólkið. Takk. Takk. Hildur, nú orðið dálítið líðið síðan að Sjálfstæðisflokkurinn var við völd og rakarinn hans Einars og ég vitni aftur í hann segir að það þurfa að hlusta á fólkið. Hafið þið notað tímann til þess að hlusta á fólkið og má ég spyrja konkrét tillögur, til dæmis þetta varðandi öldungaráðið og íbúðaráðin? Já, gott að spyrja mig það, því mér langaði svolítið að bregðast við spurningunni sem að Einar fékk. Því ég vil að það sé alveg skýrt að þegar að þessi breyting fór í gegn, að fulltrúum félags eldri borgara var fækkað í öldungaráði, þá lögðust við sjálfstæðismenn mjög skýrt og hart gegn því. Þarna var verið að draga úr vægi félagsins inn í öldungaráði, það var verið að draga úr vægi þessara rattar sem þið hafið og svo þegar að þessi mál voru færð öll inn í mannréttindaráð þá var dregið enn frekar úr væginu. Og þetta eitthvað sem við myndum bara vilja vinda ofan af og við höfum verið skýr með það og ég ekki að segja það í fyrsta skipti hér í dag, svo það sé sagt. Við erum auðvitað með margar konkrét tillögur og ef ég myndi til dæmis fara bara eins í húsnæðismálin af því ég nefndi þau áðan, að nú hefur verið, að ég tek undir með rakarunum að Einars, það þarf að hlusta á fólk og við höfum verið að eyða tímanum einmitt í það, að hitta kjósendur og heyra hvað fólk hefur að segja og við framkvæmdum líka skoðanakönnun meðal borgarbúa, fengum Gallup til að framkvæma hana fyrir okkur og spurðum, vilt þú breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar? Og 73% fólk sagði já og það rímar við það sem við heyrum þegar við erum að hlusta. Og ef ég fer í húsnæðismálin að því að nú þétting byggðar, það rosalega umdeilt stefna hjá þessu meirihluta. Þá hefur verið þessi ofurþétting í hverfunum, það sem hefur ekki bara þétt byggð heldur orðin þröng. Það sem væri miklu skynsamlegra að gera, ef við erum með einhverja nýtilega bletti inn í hverfunum til að byggja meira húsnæði, þá erum að byggja fyrir eldra fólk. Við höfum að byggja fyrir þá sem þurfi ekki leikskólaplássin og grunnskólaplássin og að senda börnin í íþróttafélögin, alla þessa innviði sem eru sprungnir. Að auðvitað við viljum alveg byggja húsnæði fyrir eldra fólki í Úlfarsárdalnum og Keldnalandinu en það vilja ekki allir búa þar. Það eru líka margir sem myndu vilja búa kannski nær eða sérst vestar í borginni. Þannig að við lítum svo á að ef það á að þétta þá má líka horfa á hóp eldra fólks, uppbyggingu fyrir eldra fólk. Það getur verið skynsamleg nýting á svæði og minna álag á innviðum. Takk. Steinunn, það eiginlega svo langt síðan að Samfylkingin tók við forystu í þessari borg að það eiginlega bara hópur eins og við hér sem að munum eftir öðrum borgarstjórum og nú talað að þið hafi ekki hlustað. Það ýmsar athugasemdir sem að hafa verið færðar fram hér þá hluti sem að hafa gerst á ykkar vakt. Viltu bregðast við einhverju af þessu? Já, einmitt. Samfylkingin búin að vera lengi, ég er búin að vera mjög stutt. Er að stíga þetta inn í heim stjórnmálana, líkt og margir frambjóðendur samfylkingarinnar fyrir þessa borgarstjórnarkosningar. Og ég held að ástæðan fyrir því að mörg okkar ákveða að gefa kost á sér það að við erum sammála stefnu samfylkingarinnar jöfnuð en við erum líka tökum að einhverju leyti undir gagnrýni sem að okkar meirihluti hefur fengið. Og við erum sammála því og við höfum heyrt það núna þegar við höfum verið að heimsækja fólk út allan bæ að margir eiga erfitt með að fá samtal við kjörnafulltrúa en líka samtal og fá svör frá borginni við sínum athugasemdum. Þannig að við tökum að miklu leyti undir það að við þurfum ný vinnubrögð og meiri hlustun borgarfulltrúa á það sem að brennur á fólki í borginni. Nú geti fólk spurt þið eru búin að vera við völd svona lengi, þið hafið haft ykkar möguleika. Hvað hefur breyst?
Sko ég held að það sem hefur breyst að við erum með nýtt fólk, við erum með nýjan mann í brúnni, við erum með nýtt fólk á lista, stefna samfylkingarinnar jöfnuð og félagslega velferð og samvinnu, atvinnulífs og velferðarkerfis hefur ekki breyst. Og mér finnst að hún eigi ennþá alveg jafn vel við í borginni og við þurfum bæði góða velferð, við þurfum að byggja upp góða skóla, við þurfum að tryggja það að allt fólk hafi aðgang að öruggu heimili. Þetta hefur ekki breyst og það mikilvægt að þessi sjónarmið haldi áfram við stjórn borgarinnar til þess að við getum byggt upp gott samfélag fyrir okkur öll. Ari, mér sýnist þú vera þannig á svipinn að þú viljið taka til máls. Þú hefur ekki verið í borgarmálum áður og eftir því sem ég man að þá varst þú aldrei í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn, allavega ekki í baráttusætum. Það kann að vel að vera af því að ég man ekki hvar ég var fyrir 20 mínútum að þetta sé tómvillis í mér. En erindi ykkar núna, þú hefur ekki athygli fyrir það að keyra göngugötu og leita að bílastæðum. Hvað ætlið þið að leggja áherslu á núna? Já, sko þar vorum við náttúrulega að vekja athygli á bara þróuninni sem væri að verða í miðbænum og sem að margir voru að kvarta undan við okkur. Þannig að það er búið að hræra mikið í umferðinni og stundum opna og stundum loka og stundum keyra niðurlögu og stundum upp og stundum máluð hjól á göturnar sem hafa enga stoð í lögum og svona. Þannig að við vorum nú bara að vekja athygli á því að þarna væri borgin ekki að hlusta varðandi það hvernig miðbærin vildi þróast, bæði frá fólkinu sem býr þar og fyrirtækjunum sem að starfa þar. Við höfum til dæmis og í framhaldi af þessu hef ég fengið heilmikið af skilabúðum frá eldra fólki sem að talar félagslega einangrun vegna þess sem var nefnt hérna áðan að fólk ætti erfitt með að koma í heimsókn vegna þess að skorti bílastæði. Þú sagði nú áðan að við værum nú hérna kannski fyrsta skipti 11 saman en við vorum einmitt 11 saman líka bara í Elliðaárdalnum í gærkvöldi, flest af okkur hérna. Og þá var verið að tala það sko bara, og ég kallaði nú bara eins og í gamla daga eins og á eftir bolta kemur barn, að það sem fólk þar eru bílar og það þýðir ekkert að nota aðferð strútsins og stinga höfðin í sandinn því að það var mikið af fólki til í Elliðaárdal þá verið að leggja bílum tvist og bast. Alveg eins og bara það sem bílaus lífstíll upp í Gufunesi, að það ekki þverfótandi fyrir bílum, af því að það bara svoleiðis. En má ég aðeins spyrja sko, að því að við vorum að tala sko, ekki vera með almennar yfirlýsingar með eru með einhver konkrét tillögur, ætlaði að byggja fleiri bílastæðahús eða ætlaði að takmarka umferðir í bæ, hvað vil ég gera? Þú þarf nú greinilega að horfa á fleiri myndbönd frá mér því að við erum náttúrulega að senda frá okkur konkrét tillögur alveg hægri vinstri en þetta er ekki bara fyrir mig, Ari. Já, en svo ég gleymi ekki, þá var ég að byrja að nefna, já, ég var í framboði 1995, en það er vísu orðin 31 ár síðan, þarna fyrir alþingiskosningarnar. Þá var ég í 11. sæti og við stemdum nú á 9 þingmenn og eitthvað, þá var þetta nú allt öðruvísi heldur en er í dag. Já, við teljum almennt varðandi þessi skipulagsmál og það sé nauðsynlegt að víkka út borgina og vera ekki með þessa sko ofurþrengingu, við höfum verið að tala að bæta almenningssamgöngur með öðrum hætti heldur en verið stemt að. En þetta er allt mikilvægt, því fólk að tala hérna mikið óhagnaðardrifið og auðvitað eldri borgarar eiga sína sneið í því húsnæði sem að sko þannig er ráðstafað. En það mikið verið með þessu að plástra vandamál sem ætti ekki að þurfa að verða til. Það eru aðgerðir borgarinnar sem hafa sprengt upp húsnæðisverð og hafa líka hækka verð á húsnæði þegar allmest ungt fólk sem er að kaupa húsnæði þarf að borga fyrirfram leikskólan og félagslega kerfið því það allt tekið sko af byggingaraðilum á öðrum kjörum og verðið leggst ofan á íbúðirnar en líka sem Hildur var að nefna að það ætti að byggja minni íbúðir og fyrir eldra fólk inn í hverfunum þar sem möguleiki væri til þá getur eldra fólk selt og aðrir keypt af þeim. En þarna Reykjavíkurborg með kolrangar áherslur. Bara eins og í Ártúnshöfðanum, rétt hjá. Þar borgin að krefjast þess að meðaltali séu íbúðir 100 fermetrar. Þær eru núna 90, þannig að það verið að krefjast þess að stækki og verið að ganga út frá þessu 2,8 íbúðar í hverri íbúð. Það 2 og fer sko minnkandi. Það má ekki byggja minni íbúðir nema 15% af íbúðunum í blokkinni. Fólki vill 60 fermetra íbúðir. Þannig að það þetta og það eru vaxtamörkin sem að líka þrengja að
og stuðlaði að íta hlutunum upp og þess vegna þarf að fara að plástra. Ég tel að einkaaðilar hafi fullan huga á að leysa úr vanda og bara eftirspurn sem og maður heyrir svo mikið. Ég veit ekkert hvað það stendur nákvæmlega en ég las mér einhvern tíma til þennan Gunnarshólma og þau áform sem þar eru sem svona örugglega risavöxnustu áformin. Það eru rúmlega 1 milljón fermetrar sem þar verið að hugsa. Rekur sér reyndar núna á vaxtamörk. Þannig að ég held að þurfi ekki að hafa áhyggjur af því að það er fjöldinn allur af aðilum sem hafa áhuga á að taka þátt í lausninni. En Reykjavíkurborg á ekki að þvælast fyrir með kröfum sem að banna að það sé byggt það sem er eftirspurn eftir. Takk. Já, Silja, ég ætla aðeins að beina því til þín. Hér hefur verið talað dálítið bílastæði. Ykkar áherslur eru allt aðrar heldur en þær. Þær eru meira á almenningssamgöngur. Viltu leggja orðið í belg? Sko við leggjum aukna áherslu á almenningssamgöngur en við erum líka hlindi að það sé eitt bílastæði fyrir íbúð í það minnsta og líka að skoða þegar það er verið að fara í uppbyggingu að hugsa til hvers hóps er verið að byggja. Ef það er verið að byggja húsnæði sem er sérstaklega verið að huga til eldri borgara þá ætti ramminn að vera öðruvísi. Það er sjálfsagt að gera ráð fyrir að fleiri ungir kjósi bílausan lífstíl og það sem er nálægt háskólanum og nálægt miðbænum en það ætti að vera munur á milli fyrir hvað við erum að byggja. Við búum í fjölbreyttu samfélagi þannig við getum aldrei sett einn skýran ramma fyrir alla. Það þarf að huga að fyrir hvað við erum að byggja í hverju tilfelli. Takk. Eru fleiri sem að vilja að tala eitthvað sérstaklega bílastæði? Sigfús, er það rétt skil hjá mér að það sé nú eitt af baráttumálum ykkar að annarkvort fjölga bílastæðum eða allavega gera fólki auðveldara að leggja það sem það vill leggja? Já, það er hárrétt hjá þér. Í október þegar við hófum okkar ferð þá ákváðum það að við vildum sjá 2 bílastæði með hver íbúð í 9 íbúðum. Margir vildu reyna að miskilja þetta og spura okkur að því hvernig við ætlum að fara að koma staðir með 2 fyrir niður í bæ, en það var ekki hugmyndin. En ég geri mig fulla grein fyrir því að fólk, þá ætlum ég að nota þetta aftur á okkar aldri, að það fer svona hægt og rólega sígin á það að fara á 1 bíl. En það er algjör skylda að fólk fái stæði fyrir bílinn sinn og númer 2 að það sé ekki þessi svakalega vegalengd í bílastæðið. Eins og Keldnaholtið er skipulagt núna, þá sæi ég mig nú tæpast fara þangað eftir einhver ár því að þar verða bílastæðið á hús og svo áttu að geta labbað svona cirka 600 metra heim til þín. Ég er nú ekki viss að mörg ykkar ætla að gera það almennt. Þannig að það er líklega ekki verið að byggja Keldnaholtið fyrir eldra fólkið. En ég held að það sé bara skilyrði að við höfum gott aðgengi. Við höfum fengið spurningar og ef einhver vilji sérstaklega halda fram að tala þetta þá er ein spurning hér sem að snýr að borgarlínunni. Spurningin að vísu er orðið þannig að það er talað borgarlínu ruglið. Ég er ekki alveg viss að allir séu sammála því, sérstaklega ekki þeir sem að standa að borgarlínunni. Ég ætla bara kannski að fá fram afstöðu ykkar til hugmyndana eins og það liggja fyrir núna. Viljið þið halda þessu áfram? Viljið þið gera breytingar? Eða viljið þið hætta við þetta? Og kannski ef við byrjum bara frá hinum endanum núna. Oktavía, gjörðu svo vel. Takk. Góð spurning, borgarlínuruglið. Ég held að ég hef verið að sitja hér og hlusta og mér finnst að það sem ber að muna að hafa í huga er að þegar við byggjum í dag eru ekki að byggja fyrir í dag. Við erum að byggja fyrir framtíðina. Við erum að byggja fyrir eftir 5 ár, eftir 10 ár, eftir 20 ár og það einkennist pínu skipulag í Reykjavík að því að við erum alltaf pínu eftir á. Bara síðan 50 og 23, það er verið svona pínu, við erum alltaf einhvern veginn að reyna leið við erum búið með eitthvað þá er það ekki komið og borgarlínan... En afstæð eitthvað til fyrirliggjandi hugmynda? Já, varðandi borgarlínuna þá er hún ein af mörgum lausnum sem þurfa að koma og hún er bara nauðsynleg og hún er byggð núna til þess að geta breyst síðar. Svo við stöndum með borgarlínu og viljum gera þær breytingar sem mun þurfa að koma til hennar síðan meir en það eru bílar, þú veist, strætó og borgarlína, það er rafskutlur, það
er að geta labbað, við þurfum að hafa þetta allt því það er að aukast bæði fólk og bifreiðir og annað. Já. Svo í stuttu máli, á ég að setja... Já, Sandra Hlín. Já, ég er alveg að rugla í þessari Við spurningu. vorum að spyrja afstöðuna til borgarlínu. Viljið styðjið óbreyttar tillögur eins og eru í framkvæmd núna? Viljið gera breytingar eða eru þið á móti? Við styðjum samgöngusáttmálan og borgarlína er partur af honum. Það er bara þannig. Og þessi sáttmáli var undirritaður tvisvar sinnum af úr mjög þverpólitískum áttum. Og persónulega er ég komið með leið á því að við séum alltaf að gera eitthvað og hætta við það og hálfklára og fara tilbaka og eitthvað svona, og mér finnst líka pínu skrítið að vera að rífast eitthvað sem að ríkið ætlar að fjármagna langmestu leyti, sko, og við skulum bara vera þakklátt fyrir peningin sem að ríkið ætlar að setja í þetta, annars fer peningurum bara í eitthvað annað, ekki til Reykjavíkur. Já, þannig að ég bara styð þetta. Já, það er bara þannig. Sigfús, okkar borg. Vill okkar borg fá borgarlínu? Klárt mál, engin borgarlína. Af hverju ekki? Fyrst og fremst teljum við borgarlínuna fáránlega dýrt verkefni. En eins og Sandra Hlín segir að þá er þetta megninu hluta borgaríkinu. Ég og þú, kallinn minn, sko. Já, já. Það er alveg ljóst. Þannig að þeir peningar fæðast ekki einhvers annar staðar. En sko, ég held bara að við verðum að hugsa það að ef þessi borgarlína verður í örstutumáli þá erum við að skuldsetja framtíðina alls svakalega, og við erum bílaþjóð, þið vitið það og ég veit það og ég vona bara sem flestir vitið það, en sko það er svo auðvelt að breyta þessu, það er auðvelt að laga hér aðeins götur og hætta að loka þeim og hætta að taka að og fráreinar af og stoppa umferð og hægja á henni og allt þetta. Hún getur flotið ágætlega og það er auðvelt að breyta þessu strætókerfi. Það er algjör óþarf að keyra hérna 40-70 manna vagna allar götur allan daginn frá morgni til kvölds. Það er hægt að breyta stærðum og gerðum vagnana og keyra inn minni vagna í hverfin, og það er akkurat það sem gæti henta fólki eins og okkur að komast í minni vagn til staða. Það einfaldar heldur en að vera að bíða lengur. Þeir getur kannski bara verið á tíminna fresti inn í hverfin. Þetta eru lausnir sem alveg er hægt að nota. Það þarf bara að gefa sér svona smá hugmyndis að skoða þær. Við þurfum ekkert að herma eftir einhverju stórborgum hér. Það eru sko áratugir og hundruðir þá við verðum einhverja milljónir í þessari borg, sko. Takk fyrir mig. Takk Sigfús. Já, minni strætó og gamla fólki í strætó eins og hérna kannski sumir á þessum aldri muna, sko, allir með strætó og engin með steindóri, eða í þessu tilfelli engin með borgarlínu. Hildur, Sjálfstæðisflokkurinn er við völd mjög víða hérna í kringum okkur, aðili að samgöngusáttmálunum. Ykkar afstaða núna? Sjálfstæðisflokkurinn styður öflugt hraðvagnakerfi sem ferðast á séragreinum. Svolítið eins og Strætó er með þessa rauðu dregla, við viljum fjölga þeim og vera með þetta öfluga almenni samgöngukerfi. En munurinn á því sem er að gerast í nágrannasveitarfélögum og Reykjavík, það eru skipulagsmálin. Og það er Reykjavíkurborg sem hefur ákveðið að útfæra þetta verkefni innan borgarmarkana með þeim hætti og með þeirri hugmyndafræði að þrengja að umferð og fækka bílastæðum, og við erum algjörlega á móti því. Nýjasta dæmið eru þetta Suðurlandsbrautin, þar er hræðilegt skipulagsslys á ferðinni, þetta er risastórt atvinnusvæði, það eru 2400 manns sem vinna við Suðurlandsbrautina, fyrirtæki sem velta 166 milljörðum á ári hverju, og þetta mun hafa gríðarlega slæm áhrif á atvinnulíf þarna á svæðinu. Svo ég tala nú um umferðartafirnar sem myndast og umferðarna sem mun fara inn í Laugardalinn, þannig við erum algjörlega á móti þessu og lítum svo á að meirihlutin hafi siglt þessu í strand. En ég verð að fá að bregðast við einu punkti í þessu, Bogi, að því að þið talið að ríkið borgi mest að þessu. Samgöngusáttmálinn er þannig að það talað að ríkið borgi 87,5% af sáttmálanum. En það sem fæstir gera sig grein fyrir er að meirihlutin af þessum fjármunum kemur ekki beint úr ríkissjóði, heldur á að koma úr skattheimtu frá ykkur öllum á tollahliðum í umferðinni. Peningurinn á að koma af veggjöldum af fólki sem er að keyra í umferðinni. Þannig að það er ekki rétt að segja að ríkið kom með peningin, það eru þið sem eru að fara að borga fyrir þetta. Og þetta þarf fólk að vera meðvitað um. En er óeðlilegt, Hildur, svo ég haldi bara áfram, er óeðlilegt að þeir sem að nota borgi? Við sjálfstæðismenn og hægri menn við aðhyllum stefnuna, þeir borga sem nota, og við til dæmis viljum koma nýjum stoppvegum. Ef við erum að koma með nýja stoppvegi, þá viljum við koma þeim fyrir í göngum neðanjarðar. Við erum spennt fyrir því að Sundabraut komi í göng og Miklubraut, hún á að fara í göng, og þá getur það verið eitthvað sem gjaldtaka verði af. Þegar við erum í nýjum framkvæmdum, þá getur þeir farið í einkaframkvæmd með hóflegri gjaldtöku. Þeir borgi sem nota. Já, takk fyrir það, Guðmundur Ingi. Já,
Við hjá Flokki fólksins erum auðvitað hlynnt eins og allir bættum almenningssamgöngum en við erum ekki hlynnt borgarlínu að óbreyttu. Við viljum gera breytingar, þetta er auðvitað risa verkefni sem er erfitt að hætta við, þetta er samstarfsverkefni allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Ég held að kannski aðal hlutin í þessu er að þessi stjórna þessu verkefni þeim hefur bara mistekist að byggja traust á verkefninu og fá okkur og almenning til að trúa á það. Þannig að við viljum breytingar á ákveðnum hlutum, þetta er þetta sjálfsagt verkefni sem er í stöðugri breytingu og þróun, en Suðurlandsbrautin, við erum á móti því og við erum á móti því að borgarlínan fari í gegnum Höfða, þar að segja hjá Elliðaardalnum. Takk. Sko, það er náttúrulega augljóst að eins og með svo margt annað að þá ber Samfylkingin mikla ábyrgð á þróun borgarinnar hér á undanförnum árum. Hér hefur eitt einstakt dæmi, einstök gata verið gagnrýnd dálítið. Ég man eftir því að fyrir nokkrum árum að þá voru menn mjög ósátti við að Hofsvallagatan væri þrengd, ýmsar aðrar. Við viljum kannski ekki í þessari umræðu fara of djúpt ofan í einstakar framkvæmdir, heldur meira að ræða akkurat eins og spurningi liggur fyrir núna, borgarlínan. Þið viljið halda henni til streitu, en viljið þið gera einhverja breytingar, þetta hefur verið gagnrýnt dálítið mikið? Já, það er mjög mikilvægt á höfuðborgarsvæðinu að draga úr umferðartöfum og auka umferðarflæði. Og samgöngusáttmálinn það er framlagið til þess að láta það raunverulega verða að veruleika. Og það verður gert meðal annars með Miklubrautargöngu, með Sæbrautarstokki og með borgarlínu. Það er nauðsynlegur partur af því að umferð flæði vel höfuðborgarsvæðið. Það koma 69 bílar á göturnar í hverju viku, þegar við örugglega heyrt þetta allt áður og það eru takmörk fyrir því hvernig göturnar geta vaxið til þess að taka við því öllu. Við þurfum fleira fólki í almenningssamgöngur. Ég skil það vel að framkvæmdatíminn getur orðið sársaukafullur. Það er erfitt að gera stórar breytingar í borginni og þar held ég að skipta alveg gríðarlega miklu máli að ráðhúsið og embættiskerfi séu mjög góðu samtali við alla hagaðila. Borgarlínan eru hraðvagnar á sérakreinum, þannig ég vil bara taka það fram. Og þannig að það skiptir miklu máli í framhaldinu að þetta sé í góðu samtali, en þetta er mikilvægt framlag til þess að draga úr umferðartöfum og auka umferðarflæði. Ari. Já, sko við teljum að sporin hræði mjög, bæði varðandi stórar og opinberar framkvæmdir. Við teljum, eins og bara tekur Landspítalann, það var alltaf sagt það er alltaf seint að gera athugasemdir, það er löngu búið að ákveða þetta og þetta er seint framkomið. Nú átt að flesti sjá því að væri betra að Landspítalann veri austar í borginni og hann er náttúrulega enda einhvers staðar 4 sinnum hærra verð heldur en að nam áætlun. Borgarlínan, já, það er bara það sama. Það hafa verið áætlanir til að auka þáttöku almennings því að notkun á almenningssamgöngum hefur verið svona 4% af þeim sem að ferðast og bara 2012 til 2022 var gríðarlegum fjárhæðum til að reyna að auka það en hefur ekki borið neinn árangur. Það eru rosalega, meiri sér áætlun, ég sagði nú að Landspítalinn enda á 4 sinnum áætlun. Áætlun borgarlínu 136 milljarðar. Það eru trúverðugar áætlunir að það sé hægt að ná sama árangri í því að bæta almenningssamgöngur fyrir mikið lægri fjárhæð og þá teljum við nauðsynlegt að staldra við og endurskoða út frá því að þessi fjárfesting, með þess að þú horfum bara á 136 milljarða, hún er 16,3 milljónir á hvern notanda almenningssamgangna í Reykjavík eins og staðan er. Á hvaða löngum tíma? Á ári, eða þú veist bara fyrir, ef þú tekur bara alla sem að nota almenningssamgöngur á heila ári, þá er þessi fjárfesting 16,3 milljónir á mann. Þetta er náttúrulega gríðarlega. Ertu að tala sérstaklega í borgarlínu, ertu að tala almennt í samgöngum? Ertu að tala niðurgreiðslu til strætó og hallarekstur? Ég er að tala nákvæmlega sem ég segist verið að tala 136 milljarðar fjárfestingin, hún er 16,3 milljónir á haus á hvern einasta notanda. Þannig að þetta eru auðvitað gríðarlegi fjármunir sem hefur verið að færa til svona minni hóps og sem á líka að hefur það markmið að auka tafir fyrir aðra umferð. Því það er nauðsynlegt til þess að íta. Minnkar ekki umferðin ef að fólk fer að nota almenningssamgöngur? Veistu eitthvað hvað margir fara að nota? Ég er ekki að spyrja mig, ég er að spyrja ykkur. Nei, ég segi það veit þetta enginn. Ég hef hins vegar trú á því að þó ég viti heldur ekki hvað framtíðin byrja skauti sér, þá held ég bara að við eigum að reyna að halda möguleikum opnum, ekki til að þrengja að
umferðræðum því það bara þrengir möguleikann sem við höfum. Fyrir 10 árum þá vissum við ekki að við erum hérna á rafmagnsbílum svona mikið og 70% af bílunum sem fólki að kaupa væru rafmagnsbílar. Sko það veit ekki margir á Íslandi hvað þetta orðið algengt í borgum bara í Bandaríkjunum að fólk núna þar í sjálfkeyrandi bílum og líka í Asíu. Eftir 10 og minnst 20 ár þá verðum við mörg í sjálfkeyrandi bílum og þá mun bílum fækka alveg örugglega af því að þú vilt ekki vera að eiga 1 og 2 og 3 bíla til að nota á hálftíma og sólarhring sko. Þannig að það er alls konar breytingar framundan og það er önnur ástæða fyrir að vera ekki að læsa sig inn í sko gamaldags línulegu sjónvarpi þegar enginn lengur að horfa á línulegt sjónvarp. Takk. Takk Ari, ég ætla bara að minna þig og ykkur á það að það ekki vera að tala eitthvað sem að verður eftir 30-40 ár við þennan hóp. Jú, Ég verð bara að skjóta þér, ég var að horfa á einhvern þátt frá Bandaríkjónum einhvern tímann daginn og það var einhver auðkýfingur sem var 100 ára og hann var spurður, sko, ef þú gæti bara, hvað myndir óska þér, ef þú gætir óska þér eitthvað og hann sagði að ég væri orðin 90 ára aftur. Já, takk fyrir það. Það er ágætt. Hjördís, og kannski ég taki með þá að það hafa komið hér skilaboð af netinu þar sem að meðal hann segir sko hlakka mikið til að geta tekið borgarlínuna, hvernig væri að flýta því verkefni. Hjördís, þú fær það kannski ekki alveg en svona afstaða ykkar til borgarlínunar í frambúðinu góðan daginn. Já, takk fyrir. Okkar afstaða almennt og okkar stærsta kosningamál er að bæta þjónustu við borgaríbúa. Þess vegna er rosalega mikilvægt að heyra hvað þeir að segja og borgarlínan er náttúrulega eitt stærsta dæmið og eitt umdaldasta dæmið sem er núna. Við viljum sjá frjálsan ferðamáta. Að fólk geti valið hvernig það vill ferðast. Hvort það vill ferðast með strætó eða hoppi, gangandi, hjólandi. Þannig að við teljum að til framtíðar að þá sé þetta, að fólk geti valið að þá sé þetta best. Og það er mismunandi náttúrulega bara eftir hvar við erum á aldursbilinu, hvernig við viljum ferðast. Og við erum ekki sátt við hversu mikið er þrengt að bílunum, okkur finnst að þeir eigi að geta bara, að fólk eigi að geta keyrt sem vill keyra með hinum. Þannig en það eru agnúar á borgarlínunni og það þarf að skoða það bara í nærsamfélaginu með íbúum. Einar. Takk fyrir. Mér varst nú ljótt að þér aðri vera að gagnrýna línulegt sjónvarp með Boga Ágússon hérna fyrir hliðina á okkur. Og svo nota bene, samkvæmt könnunum bara að segja það, þetta náttúrulega kemur málumni ekkert við, en þá er ótrúlega stór partur ennþá sem að horfir á sjónvarp línulega, miðað við kannanir, þannig að já, akkurat. En svo er ég náttúrulega Einar minn, það er kannski farið frá hjá því þú eru svo upptekinn, Einar er sko á 2 ung börn, við erum gamlir vinir á sjónvarpinu, þannig að hann ætti nú að vita en þetta kemur mér ekkert með sjónvarpi lengur, ég er hættur. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sko, nú sjáu þið alveg hvaða mynd er að teiknast inn upp. Frambjóðendur eru að svara og sumir Samfylkingin, Píratar, Viðreisn, þau segja nei, við ætlum ekki að breyta neinum áformum varðandi borgarlínu. Þetta er bara planið og þau hlusta ekkert á gagnrýni íbúa og fyrirtækja á Suðurlandsbraut þrátt fyrir allir sjáu að það, hvernig það lítur út, það gengur ekki. 2 tvöfaldir hjólastígar beggja vegna þessara gatna og ég meina þetta er bara óráð að halda áfram að óbreyttu. Svo eru hinir eins og Ari og okkar borg sem segir nei, við ætlum að hætta við þetta algjörlega. En öll vitum við að það er laust þannig einhver staðar á miðjunni. Og þá vil ég bara benda ykkur á að þar eru við framsóknarmenn. Við erum á miðjunni, við nálgumst málið af skynsemi, við hlustum, við áttum okkur á því að það þarf að bæta almenningssamgöngur. Þær þurfa að vera á forgangsakrinum og það þarf að útfæra þetta af skynsemi og í sátt við íbúa. Þannig er það ekki í dag og þeir flokkar sem hafa haldið utan þetta, aðalega Samfylkingin hér í Reykjavík, þeir hafa algjörlega glatað trausti íbúa á þessu verkefni og það er sorglegt vegna þess að í grunninn er bara verið að reyna að bæta þjónustu við íbúa með því að efla almenningssamgöngur. Þessi borgarlína sem er svona orðin mjög óvinsæl og orðið eitt og sér bara stuðar fólk
En sjáu þið fyrir ykkur að þegar hún leggur upp að strætóskýlinu þá það þrepalaust aðgengi sérstaklega fyrir eldra fólk og fólk sem á erfitt með gang. Það bara bætt þjónusta. Við viljum bæta þjónustuna en það ekki sama hvernig það gert. Og ef þið ætlið að ná þessum samgöngusáttmála, láta hann framganga sem náttúrulega fjárfesting í mislægum gatnamótum, göngum, hjólastígum, bættir í ljósastýringu og svo bættur almenningssamgöngum, þá verðið þið að kjósa flokka sem að nálgast málinu af skynsemi og yfirvegun, ekki þá sem að ætla að segjast bara hætta við þetta allt saman, eða þá sem að engu vilja breyta. Það þarf að gefa Samfylkingunni frí og Pírötum og þeim sem stjórna núna, ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn, af því að ef að þessi meiri hluti heldur áfram, þá verða engar breytingar á þessari stefnu. Og það bara slæmt, af því að þá endar þetta mál út í skurði, þannig að veljiði miðjuna, þar lausnin. Sanna, vinstrið var náttúrulega ekki svo kjörinn fyrir sósíalistaflokkinn og ég veit ekki hvort að vinstrið með sömu afstöðu og þú með sömu afstöðu, þú varst gagnvart borgarlínunni og almenningssamgöngum, má bjóða þér að leggja þitt orð í belg? Já, það snýst að efla og bæta almenningssamgöngur og við hjá vinstrinu styðjum það að sjálfsögðu. Við sjáum að kannanir að segja að það hópur sem að myndi gjarnan vilja nota almenningssamgöngur oftar en getur það ekki því staðan eins og hún Við vitum vagnar ofta 30 mínútna fresti, það ekki alls staðar skýli, það bara eitthvað svona staur og við vitum hvernig íslenska veðráttan Þannig að auðvitað eru fleiri sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur en geta það ekki. Það hópur sem vill ekkert gera það og það bara allt í lagi. Ég get alveg viðurkennt að sem strætónotandi að þegar að þetta var kynnt, þessi áform, þá hugsaði ég bara eitthvað, já frábært, þannig fólk sem aldrei í strætó, hefur farið til útlanda, komið heim með eitthvað agalega fínt glærusjó og segir núna við okkur, strætófarþega, núna eitthvað gott að koma eftir svona áratug, en það mun koma og þangað til eigi bara vera sátt og vera þakklátt og hætt að væla svona mikið. Þannig var mín upplifun sem strætónotandi. Þannig að ég get alveg skilið að setja aldrei svona óþreyja þegar þú heyrir einhver plön en þú kannski sér þau ekki alveg verða veruleika. Þannig ég get alveg skilið að það sé erfitt og sérstaklega þegar við erum að fara úr einhverju svona sem við höfum þekkt mjög lengi og erum að fara í eitthvað nýtt. Það getur líka bara breytingar geta verið erfiðar, svo ég segi það líka. En við þetta bara styðjum uppbyggingu almenningssamgangna og ég meina það má kosta en það spurning hver á borga og ég get persónulega sagt að mér finnst mjög sérstakt og ég bjóst ekki við því að ég myndi verða sammála Hildi hérna í dag en þegar við tölum þessi veggjöld og flýtigjöld og tafagjöld að innheimta gjöld frá íbúum borgarinnar til þess að greiða fyrir samgöngu innviði og þessi hugmyndum að þeir borgi sem noti, það ákveðin hópur í samfélaginu sem bara borgar ekki krónu. Þið hafa verið að borga hérna alla ykkar ævi en það ákveðin hópur í samfélaginu sem með mjög, mjög háar fjármagnstekjur og þá ég ekki að tala fólk sem á eitthvað smáinu bankabók eða á skuldlausa auka íbúðu eitthvað þannig. Þannig að bara fólk sem á fullt af pening greiðir ekki inn í sameiginlegan sjóð og það einhvern veginn fara að rukka okkur aftur. Þannig ég get persónulega sagt að mér finnst það mjög skrítið en auðvitað þurfum við bara að vera með fjölbreyttar lausnir og stundum mun kannski borgarlínan ekki henta öllum, þá erum við með akstursþjónustu sem hentar einhverjum öðrum hópum og það alls konar ábendingar sem hafa komið fram varðandi akstursþjónustuna og ýmislegt sem megi bæta þar. Þannig við segjum þetta bara áfram með uppbyggingu almenningssamgangna og helst bara að flýta því að við sjáum hér áreiðanlegar almenningssamgöngur fyrir þau sem að vilja og kjósa að treysta á slíkt. Því að auðvitað líka þegar við erum alltaf að endurskoða hlutina þá erum við að fresta þeim og það fjármagn sem að hefur farið í að skipuleggja þetta að byggja þetta upp. Þannig ég held að peningur sé ekki best varið ef við ætlum að hætta í miðri á. Takk fyrir. Silja Sóli. Já, sama spurning. Sama spurning, sama umræðefni, síðast ræðamaður, nema að einhver vilji koma einhverju frekar að. Það margt annað sem ég vil ræða. Gjörðsvöld. Já, við í Sósíalistaflokknum styðjum líka bara allar umbætur á almenningssamgangnakerfinu og það þarf að koma fót ákveðinni, borgarlínan þarf að koma til þess að tryggja að strætó sé aðgreindur frá umferðinni, spurningum eitthvað nákvæmlega tæknilega útfærslu, þá augljóslega, mér finnst vera sjálfsagt að fara í aukið samráð við fólki sérstaklega sem mun nota borgarlínuna, að tengileiðirnar séu nægilega góðar og það mjög nauðsynlegt að þegar farið verður í þetta verkefni að það verða viðeigandi mótvægisaðgerðir. Það þarf að tengja strætó miklu betur milli hverfanna, það þarf að vera með betri umferðarstýringu á annan hátt af því að borgarlínan líka ekki
bara eina lausnin. Borgarlínan kemur ekki og allt varðandi almenningssamgöngur bara lagast. Það bara alls ekki rétt. Við þurfum að finna betri leið fyrir almenningssamgöngur og borgarlínan hluti af lausninni. Varðandi eitthvað svona nákvæmlega tæknilega útfærslu þori ég ekki að taka alveg bein afstöðu til, en þetta búið að taka allt of langan tíma, það búið að eyða allt of miklu fjármagni í þetta verkefni og það hefði átt að vera löngu komið og löngu búið að fara í samráð við fólk sem býr nálægt og fólk sem mun nota borgarlínuna. Og ég held að þetta sé líka talandi að þetta sé framtíðarverkefni, þannig að það muni borga sig og fleiri muni nota borgarlínuna þegar hún kemur. Þá þurfum við að fara líka í aðgerðir þannig að unga fólki haldi sér í að nota strætókerfið. Það unga fólki sem nota strætókerfið hvað mest, en fleiri og fleiri eru að ákveða að kaupa sér bíl bara af því þetta gífurlega óhentugt og dýrt. Þannig ég held að sé fyrst og fremst þannig. Og síðan viljum við líka bara passa þegar þetta loksins komið á fót að vagnarnir og rekstur vagnarna sé óhagnadrifin. Við viljum ekki að það sé verið með hagnadrifin rekstur fyrir eitthvað sem að borgarbúar að borga fyrir. Mér vitanlega, og ég man nú kannski aðeins lengur en þú, og man nú eiginlega aldrei eftir því að það hafi verið hagnaður á strætó. En Guðmundur Ingi, þú vilt? Já, ég var bara að því að Steinunn var að tala að þyrfti að leysa umferðarhnútinn eða semst í borginni. Sko, við erum svolítið hérna á Íslandi alltaf að finna upp hjólið og svo gerist ekki neitt. Við erum með alls konar fordæmi annars staðar í heiminum þar sem sko, við erum bara fámenn þjóð. Og það hægt að leysa þennan umferðarvanda. Við erum til dæmis mjög í Flokki fólksins hrifin af betri ljósastýringum, það er eitthvað sem hægt að gera strax, sveigjanlegar leiðir í umferðarstýringu, til dæmis eins og þekkist víða erlendis þar sem umferði beint á sem sagt, alla auðu akbrautirnar hinum megin þegar það eru umferðarteppa hérna megin, þannig að það ýmislegt hægt að gera strax í umferðarmálum. Bara svona, ég veit það ekki, að því að Guðmundur Ingi að benda á ljósastýringar, við höfum heyrt talað aðeins, nefnda ljósastýringar hér áður. Sko það ætti ekki að vera flokkspólitískt málið eða hvað. Men af hverju í ósköpunum hefur það, þetta bara verkfræðilegt úrlausnarefni, af hverju hefur það ekki komist til framkvæmda? Við erum með fyrirverandi borgarstjóri hérna, kannski hann geti svarað okkur því, og svo annað líka sem við fengið frá af netinu, það spurningin það, af hverju hægt að vera frítt í sund fyrir eldri borgara. Þetta gjör svo vel. Einar, fyrst ljósastýringin, það fyrir stundum dálítið í tögunar á manni þegar ég fer úr vinnustæðnum, það sem ég vinn nú enn þó ég sé hættur, að lenda kannski á rauðu ljósi nánast á hverju einasta ljósi sem maður fer á. Já, ég bara tengi við þetta, við Framsóknarmenn viljum vera á grænuljósi. Já. Það hefur verið svona kredda innan vinstriflokkarna í borginni að ljósastýringar skila engum árangri. Ég ósammála því. Ég vil þó benda á það að ljósastýringar almennt eru til þess að hleypa gangandi yfir göturnar og tryggja umferðaröryggi barna og barnabarna og passa það að við getum öll ferðast með öruggum hætti inn í borginni. Þannig að það er ekki hægt að segja að þetta sé einhver algjör töfralausn, en það er sannarlega hægt að fjárfesta betur í ljósastýringum og það styðjum við í Framsókn. En þessi umræða samgöngumálin hérna í borginni hún mörkuð svo miklum átökum í gegnum tíðina. Það tókst einhvern veginn, Samfylkingunni hér í borginni, tókst að gera þetta mál svo óvinsælt og Sjálfstæðisflokkurinn hamaðist gegn öllu sem hún sagði og þetta orðið svo súrt og leiðilegt að við verðum að ná þessu upp úr þessum hjólförum. Ég ætla aðeins að þýmka ykkur mögulegan meirihluta á eftir, þannig að ekki fara út í það akkurat núna. Er ég að stela þrömminni? Já, þú ert að gera það. Já, ok. Ég skal svara þessu með sundið. Það var leitað leiða til þess að rukka ferðamennina, það koma 2 milljónir ferðamanna til Reykjavíkur á hverju einasta ári og þeir voru að fá frítt í sund og það voru þeir sem voru að borga það. Þannig að þá var sett á gjald sem að nemur 4.150 krónum á ári fyrir kortið plastið til þess að fá, það var gjaldið í sundið. Við í Framsókn vildum mæta þessari gjaldtöku með frístundastyrku upp á 4.000 á mánuði, 48.000 á ári, þannig að við vildum ná tekjum af ferðamönnum
rukka eldri borgara 4.000 kallinn en ná tekjum af ferðamönnum af því að þeir eru með digra sjóði þeir sem koma hingað en styðja síðan eldra fólk til heilsueflingar með 50 skalli tæpum á ári. Takk, þá það skýringin á því af hverju var hægt að láta eldri borgara komast í sund án þess að það væri greitt sérstaklega fyrir það. En það líka önnur spurning sem fylgdi þessari spurningu, hefur orðið einhver sparnaður að þessu? Steinunn, getur þú, hver vil taka að sér að svara því? Hefur verið, sko ég meina, í rauninni ætti að spyrja, sko, hefur þetta aukið tekjur sundlaugana? Ég ekki með nákvæmar tölur það, en það var kynnt með mjög skýrum hætti að allar þær tekjur sem áttu að koma af þessari gjaldtöku sem að við náttúrulega vorum að sjálfsögðu hrætt við að ráðast í vegna þess að kannski næðu ekki allir hugsunum á bakvið þetta en allar tekjurnar sem áttu að koma úr þessari gjaldtöku áttu aftur að renna til heilsueflingar eldra fólks. Þannig að þannig ég ekki með nákvæma tölu þetta en ég vil bara benda á það að núverandi meirihluti felldi tillöguna frístundakort fyrir eldra fólk sem að við í Framsókn lögðum fram sem 48.000 krónur á ári, 4.000 krónur á mánuði. Sanna? Já, bara hvetja fulltrúa til að fylgjast vel með. Við vorum á löngum fundi velferðarás í gær þar sem við vorum að leggja til að þessi tillaga Framsóknar sem var vísað inn til meðferðar velferðarás að það væri sem sagt hópur sem í stefnumótum aldursvæna borg myndi taka þessa tillögu fyrir og ræðana. Þannig að fulltrúi Framsóknar var á þeim fundi í gær, þannig að það ekki búið að fella neitt. Þetta til skoðunar innan þess hóps. Og ég bý líka bara spennt eftir að sjá hvað kemur út úr þá þessum áherslum ef við náum að klára á þessu kjörtímabili varðandi aldursvæna stefnu af því það aldrei verið að taka fyrir ólíka þætti sem þarf að hafa í huga þannig að borgin sé svo sannarlega fyrir okkur öll. Silja, ætlaði þú eitthvað að svara mér kommentum mínum á það? Já, ég ætla að gera það með hagnað. Ég veit alveg að strætó ekki rekin hagnaði en það eru 2/3 af akstursstrætó útvísað til einkaaðila sem eru með hagnaðarforsendur og strætóbílstjórarnir þar eru lægri kjörum og við vitum öll að því lægri kjörin því verður þjónustan þannig við viljum bara passa að þeir vagnar sem muni keyra á vegum borgarlínunar séu eigu sveitarfélagana og að fólki sé bara einhver hækkaði í mér ég greinilega að tala allt og lágt þannig að þeir sem eru að keyra vagnarna séu borgarstarfsfólk sem eru með samsvarandi réttindi og aðrir opinberir starfsmenn. Guðmundur Ingi, þú vildi leggja orðið belg? Varðandi sundið, það okkar stefna í borginni að auka virkni eldri borgara og við erum með það í okkar áherslum að vera með 50.000 krónar frístundastyrk en við bjóðum 2.000 krónur betur en Einar. Það eru kosningar á orðin sem við fáum. Þannig að frítt í sund fyrir alla 67 ára og eldri. Mig langar aðeins já, gjör svo vel. Heyrist í mér, já, mér langar að byrja að bregðast við varðandi sundið. Vegna þess að Einar sagði áðan að stemningin í borgarstjórn hafi verið þannig að Samfylkingin kom með hugmyndir og svo Sjálfstæðisflokkurinn á móti og þetta sé allt. Við erum bara á móti slæmum hugmyndum og við vorum á móti þessari hugmynd, svo það sé sagt. En mér langar að bregðast aðalega við varðandi að því þú spurður okkur ljósastýringarnar. Og við Sjálfstæðismenn ætlum nefnilega í þessum kosningum að leggja áherslu á það sem við getum gert strax. Og upplifun fólks í borginni, það sem við heyrum þegar við erum að hlusta, að fólk situr fast í umferðinni í Ártúnsbrekkunni og hér þröngt að Höfðabakkanum og eina huggunin sem það fær engar áhyggjur eftir 15 ár kemur borgarlína. Það engin huggun og við viljum einbeita okkur af verkefnunum sem við getum gert strax. Ljósastýringar eitt af því. Ljósastýringar eru hluti af þessum samgöngusáttmála og þá að verja 10 milljörðum í ljósastýringar á öllu höfuðborgarsvæðinu til 2040. Við myndum vilja flýta þessum verkefnum í Reykjavík. Samtök iðnaðarins áætluðu held í 2019 að bættar ljósastýringar getur dregið úr umferðartöfum 15% og að höfuðborgarbúar væru að sólunda 9 milljón klukkustundum í umferðinni á ári hverju sem heil vinnuvika á hvern einstakling. Fleiri verkefni sem við getum farið í strax, Miklubrautagöng, gríðarlega mikilvæg samgöngubót, við drögum úr þessum töfum á Miklubrautinni. Miklubrautagöng eru í samgöngusáttmálanum en þau ekki að komast til framkvæmda fyrir en við lok 2040.
Við getum tekið þessi göng út úr þessum sáttmála, farið í einkaframkvæmd og byrja framkvæmdir strax. Og eitt annað, það eru auðvitað gatnamótumni Sprengisand sem hafa beðið lengi og ætti að vera hægt að koma til framkvæmda strax á næsta kjörtímabili. Það er nefnilega svo margt sem er hægt að gera strax. Takk fyrir þetta, Hildur. Sko, það er náttúrulega, mörg mál sem að snerta sérstaklega okkur sem að erum komin á hennan besta aldur. En það eru líka önnur mál sem að við höfum, það er ekki bara þau mál sem að við höfum áhuga á. Það er hinn almenna pólitík og hverju það eru sem að munu fara með völdin hér í borginni eftir kosningarnar, eins og kannanir núna benda til að þá eru Sjálfstæðisflokkur og Samfylking með mest fylgi. Það kom könnun í hádegisútvarpinu líka sem að sýndi það að Miðflokkurinn hefur bætt við sig. En spurningin er, ef að Sjálfstæðisflokkurinn hefur í stjórnarandstöðu býsna lengi, með hverjum, og ég ætla að beina þessu aftur til þín, Hildur, þó að þú hafi verið að tala hérna, með hverjum getur þú séð fyrir þér að mynda meirihluta í borginni ef að úrslitin eru svona eitthvað í líkingu við það sem að kannanir benda til núna, og ég ætla samt sem áður með öllum þeim fyrirvörum að það er mánuður í það að við göngum til kosninga. Hildur? Það er rétt sem hún segir, Bogi, það er mánuður til kosninga og margt getur breyst og ég stundum að minnast á að 4 vikum fyrir forsetakosningar þá mældist Halla Hrund í 4 skoðanakönnunum langefst og Halla Tómasdóttir náði ekki einu svona blað, þannig að allt getur gerst á næstu vikum. Við Sjálfstæðismenn göngum óbundin til kosninga og það er bara ótrúlega leiðilegt svar en það er bara sannleikurinn og það eru auðvitað kjósendur sem að svolítið ráða því hver niðurstaðan verður. Við segjum það að eina leiðin til að hér verði einhverjar breytingar er að Sjálfstæðisflokkurinn verði stór vegna þess að kannanir sýna okkur að þetta er svona svolítið 2 turnatal. Þetta eru Sjálfstæðisflokkur og Samfylking sem eru stærstu flokkarnir í borginni og það hefur verið þannig í gegnum árin og allar kannanir sýna það að það er ekki hægt að mynda meirihluta í Reykjavík öðruvísi en að Sjálfstæðisflokkur eða Samfylking sé innanborðs. Þannig að ef fólk vill breytingar þá þarf að tryggja að Sjálfstæðisflokkurinn sé nægilega stór og við erum svo þetta bara reiðubúin í samstarf með flokkum sem eru reiðubúinir að keyra áfram okkar málefni og keyra áfram breyta stefnu þar sem við hlustum á fólkið í borginni og þjónustum það. Steinunn, ég beini sömu spurningu til þín. Já, sko, ég held að auðvitað þegar kemur að meirihluta samstarf þá snýst það að tala saman það hvaða málefni liggja á borðinu og þú veist, við leggjum alltaf áherslu á jafnaðarmálin okkar og við getum auðvitað ekki farið í samstarfi flokka sem einhvers staðar algjörlega annar staðar þegar kemur að því, en ég held að við verðum bara að bíða og sjá hvað kemur upp á kassunum. Það er eiginlega ómögulegt að segja til það núna hvernig þetta kemur til með að líta út þá. Svona þeir flokkar sem að, já, ef að ég spyr Viðreisnina næst, Sandra Hlín, hver er afstaða ykkar til meirihluta samstarfs, með hverjum myndið þið vilja vinna? Ég svara nú eins og hinnar fínu konurnar hérna sem eru búin að svara að við göngum óbundin til kosninga, það er þannig. Mér finnst það líka skynsamlegast, mér finnst ekki skynsamlegt að útiloka einhvern eða segjast ætla að vinna með einhverjum. En ég segi líka eins og Hildur að til þess að við höfum umboð til þess að fara í einhverja stjórnarmyndunar viðræður þá þurfum við þetta að hafa fjöldan á bakvið okkur og mér finnst það skipta máli og mér skipta máli hvað kemur upp úr kjörkössum og hvað bara fólki í borgin er að biðja þannig að þetta er mjög örugglega fyrsta svona alveg pólitíska svarið mitt en ég svari svo alla. Já, við höfum heyrt það og ég sem að hef svona stjórnað umræðum eða tveimur með pólitíkusum hef svo sem heyrt svarið áður að við göngum óbundin til kosninga en það getur samt sem áður verið svona, það er ákveðin hugmyndafræðileg, flokkar eiga ákveðið hugmyndafræðilegt sameiginlegt og vilja kannski helst vilja vinna með þeim sem að standa þeim næst, hvað pólitík varðar. Framsóknarflokkurinn hefur náttúrulega, hann var einu sinni með það svona slagorð að vera opinn í báða enda í pólitíkinni. Einar? Ekki lengur. Nei, sko, nú er ég búinn að vera í þessari stöðu. Ég var borgarstjóri, ég var formaður borgarráðs, ég starfaði með Samfylkingunni, Viðreisn og Pírötum. Ég er reynslunni ríkari. Það gekk vel. Okkur tókst að snúa við rekstri borgarinnar sem var gríðarlega erfiður þegar við tókum við.
En ég kom inn í þetta kjörtímabil með skýrt umboð og ákall frá almenningi breytingar og þegar við sáum það að Samfylkingin sem hefur stýrt borginni í næstu 30 ár, meira og minna, var ekki tilbúin í þær breytingar sem að ég fann að þið og fólkið sem kaus Framsókn síðast vildi, og þá sögðum við stopp, við verðum að reyna að knýja fram breytingarnar með öðrum flokkum. Svo fór sem fór og við lendum í minnihluta en mætum núna með skýrar áherslur inn í næstu kosningar. Og vegna þess að málefnin ráða för og ég hef reynsluna af því að starfa í borgarstjórn, þá hef ég sagt að við í Framsókn erum ekki tilbúin að mynda meirihluta með Samfylkingunni. Það þarf einfallega stundum að gefa flokkum frí. Það 30 ára langur tími og það er engum flokki hollt að stýra borginni svona lengi. Og ég segi þetta með fullri virðingu fyrir því ágæta fólki sem þarna í framboði, þetta allt saman gott fólk, en þarna eru þrátt fyrir oddvitin sem nýr, þá borgarstjórinn núverandi í öðru sæti og þau eru svona dálítið vígumóð eftir erfitt prófkjör og ég held að þetta sé bara ekki farsælt hjá þeim inn í næsta kjörtímabil. Nú síðan það Viðreisn sem í ríkisstjórn með Samfylkingunni, hættan svo að atkvæði greitt Viðreisn sé atkvæði greitt áframhaldandi meirihluta með Samfylkingu og fólk þarf að vita það. Við í Framsókn viljum mynda meirihluta þá eftir næstu kosningar eins og eftir síðustu kosningar með þeim flokkum sem hafa verið í minnihluta. Af því að við teljum að þannig sé best og líklegast að knýja fram stefnubreitingar í Reykjavík og þá vitna ég í rakaran sem að ég vitnaði hér í upphafi fundar. Hann sagði bara það þarf að breyta stefnunni og það verður ekki gert með Samfylkingunni. Og ég held að það sé mikilvægt að flokkar tali skýrt það hvernig þeir ætla að vinna eftir næstu kosningar. Og mér finnst vont að heyra það frá Sjálfstæðisflokki að hann sé ekki tilbúinn að útiloka Samfylkinguna og Viðreisn sé bara tilbúinn að halda þessu áfram. Ég bara spyr kjósendur, hverju treystið þið? Við létum eftir borgarstjórastólinn vegna þess að málefnin ráða för. Já, takk Einar. Hann vitnar mikið í rakarna sinn. Hann minni mig á það að þegar ég var að byrja fyrir hálfur öld að vinna þá tók ég við að manni sem hét Jón Hákon Magnússon sem var alltaf að vitna í afgreiðslumannin á bensínstöðinni. Það liðin tíð því miður og kannski verður eftir jafnlangan tíma þá verðum við þá verðum við í sömu stöðu og sanna, við þurfum ekki að fara til neinna rakara. En áður en að Ari fær að gera grein fyrir afstöðu Miðflokksins að þá ætlaði Sandra Hlín að svara væntanlega því sem Einar var að segja afstöðu Viðreisnar. Já, ég ætlaði að svara því. Mér finnst afskaplega leiðilegt að fólk leggi mér orð í munn. Ég sagði ekki að ég væri að fara að vinna með Samfylkingunni eða við. Við sögðum hins vegar að við ætluðum að skoða hvað kæmi upp úr kjörkössum og það má alveg halda því til haga að þegar borgar meirihlutin sprakk, þegar Einar ákvað að ganga frá borði, að þá fór Viðreisn líka. Þannig að það má alveg halda því til haga. Ari, kannanin núna benda til þess að Miðflokkurinn kom aftur inn í borgarstjórnina. Með hverjum gætu þið hugsað ykkur að vinna? Já, hann ekki bara kom aftur inn, hann var bara með 1 mann 18-22 og svo 0 og núna hann spáð 3 fulltrúum og við finnum að það mikill meðbyr með framboðinu. Nú, okkar erindi í þessum kosningum að bregðast við kalli kjósenda róttækar breytingar á stefnu borgarinnar. Þannig að við leggjum okkar málefni fram og við höfum sagt það, við erum tilbúin til samstarfs við þá sem að vilja sameinast okkur að koma þeim áherslum fram. Við getum ekki tekið þátt í meirihluta á öðrum grundvelli, þannig að það væri óhugsandi að við tækjum þátt í samstarfi með þeim sem að núna standa að meirihluta nema þeir tækju bara algjöra uppeyju í sínum málum. Þannig að það samstarf til hægri sem að þið sjáu fyrir ykkur? Já, það ef þú skiptir í þannig svona vinstri flogi og hægri að þá það þeim megin sem að við liggjum, ég vona það sé alveg ljóst. Takk. Flokkur fólksins, Guðmundur Ingi, hafið þið hugsað ykkur að endurtaka ríkisstjórnarsamstarf eða hvað getið þið hugsað ykkur ef að þið komist inn? Já, sko, við auðvitað getum unnið með hverju sem og ég aðalagast mjög auðvitað öllu einhvern veginn. Við ætlum okkur stóra hluti núna, við erum að undirbúa okkur mjög vel.
Okkar helsti stuðningshópur eldri borgarar og við treystum á ykkur. Við mælumst alltaf minna í könnunum heldur en við fáum síðan upp úr kössunum. Þannig að, en já, ég get eiginlega ekki svarað þessu öðruvísi en að við erum opnir í samstarf við alla sem eru til í að taka okkar áherslur. Við settum ákveðið skilyrði fyrir því samstarfi sem við erum núna í borginni. Við vorum með 2-3 mál sem við vildum ná í gegn og við gerðum það og það það sama í ríkisstjórn. Þar erum við að ná í gegn þeim máli sem við settum sem skilyrði, þannig að við munum setja ákveðin skilyrði og auðvitað áhyggjulaust ævikvöld efst þar í huga. Oktavía, mögulegi samstarfsaðilar? Já, Píratar hafa jú starfað með mörgum ef ekki, mörgum flokkum í gegnum síðustu 8 ári, 9 árin. Við munum vera opin fyrir samstarf bara við alla flokka sem standa vörðum lýðræði, mannréttindi og samráð við borgarbúa. Og ef við ekki getum staðið með mannréttindum allar sem hér búa, þá erum við ekki að standa með okkur. Svo við erum til í samstarf meiri sé með þér, Einari. Það var ágætt síðast, kannski gerum við þetta bara aftur, við sjáum til. En já, við höfum verið í samstarfi við flesta flokka og nýtt framboð líka kannski, við sjáum til. Sanna, Vinstrið heitir flokkurinn og maður geti náttúrulega ímynda sér að það væri þá erfitt fyrir ykkur að starfa með þeim flokkum sem við setjum á hægri væng stjórnmálana. En gæti þá komið til greina að málefnin yrðu þannig að þið tækið þátt í slíku meirihlutasamstarfi? Þurfum að byrja á því að sjá hvað kemur út úr þessum kosningum, hver niðurstaðan verður og byrja á því. Og það var mjög ánægilegt að sjá allavega þessa könnun í dag að Vinstrið mælist þriðja stærsta framboðið. Og okkur finnst það mjög ánægilegt, sérstaklega í ljósi þess að við heyrum mjög skýrar hægri áherslur og þá erum við auðvitað Vinstrið, þannig að það er mjög skýrt hvað við leggjum áherslu á og hvernig við nálgumst hlutina. Við tölum fyrir jöfnuði, réttlæti, efnahagslegu réttlæti, félagslegu réttlæti og við séum að skoða hlutina út frá samfélagslegum forsendum. Þannig ég held að sé meira bara ef að aðrir flokkar eru til í það, ef að önnur framboð eru til í það, þá auðvitað segjum við já. En þetta snýst auðvitað samvinnu. Við lentum skyndilega í því að vera einmitt heima að skrolla og sjá í febrúar að meirihlutin verið sprungin og þá þetta bara tekum maður upp síman strax og niðurstaðan var 5 flokka samstarf sem sögulegt í sögu Reykjavíkurborgar, algjör nýlunda og hefur aldrei átt sér stað. Þannig þetta snýst auðvitað samvinnu og samstarf og bara svona einmitt að vinna út frá málefnunum. En við heitum Vinstrið þannig að það mjög skýrt hvað við stöndum fyrir, það skýrt í okkar nafni og ég vona bara að við sjáum Vinstri meirihluta hér sem að vinnu gegn þessum svona einkavæðingar, niðurskurðar áformum með svona hægrið boðar af því það mun alltaf kosta okkur íbúa miklu meir til lengri tíma litið. Það náttúrulega velkist enginn í vafa hvað sósíalistar standa í þessu heldur, Silja. Mögulegi samstarfsaðilar samt, möguleg þáttaka í meirihlutasamstarfi ef að þið komist inn? Já, það náttúrulega fer augljóslega eftir hvernig þessar kosningar fara og ég held að sé líka bara fyrst og fremst mun fara eftir hvað við munum ná fram. Við erum með ákveðna hluti sem við erum ekki til í að gefa eftir og það augljóslega liggur fyrir að við erum frekar hlintari að vinna með þarna flokkum á vinstri vængnum jafnvel miðjunni heldur en hægri megin, aðalega bara af því að okkar lykilmál aukin innvistun. Við viljum að borgarstarfsfólk sé að sinna þjónustunni alveg eins og þau gerðu þau í gamla daga og hægri flokkarnir vilja yfirleitt meiri útvistun en við munum ekki fórna að gefa eftir í hagsmunagæslu minnihlutahópa, þannig að þeir flokkar sem eru beint á móti ákveðnum minnihlutahópum, við munum ekki starfa með þeim. Takk fyrir það. Svo eru hér 2 flokkar sem að bjóða fram í fyrsta sinn. Góðan daginn, hvar myndu þið setja ykkur á svona hægri vinstri hvarfa stjórnmálana og með hverju getur þið séð að þið getur starfað ef ykkur tekst að komast inn í borgarstjórn? Góð spurning með þetta hægri eða vinstri af því að við komum eiginlega inn í þetta framboð og erum hvorki hægri né vinstri heldur erum við svona skemmtilegur valkostur fyrir borgarbúa þar sem að við erum sko bæði óháð landspólitíkinni og við erum að koma fram hópur af sérfræðingum með rekstrarreynslu
Þannig að það er svona sú sýn fyrst og fremst sem við erum að koma með, ekki hægri og vinstri. Við byggðum fram af því að við viljum sjá breytingar og við teljum að það sé hægt að gera marga hluti betur í borginni. Við gangum líka óbundin til kosninga þannig að það verða málefnin sem að munu ráða. Og síðan langar okkur líka bara svolítið að sjá svona rólegri og málefnalegri umræðu og minni skotgrafa pólitík. Það væri dásamlegt. Sigfús, okkar borg, ætlið þið að fara í skotgrafa hernað eða ætlið að vera eins og góðan daginn flokkurinn að sjá rólegri pólitík? Nei, ég held að stefnuskráin okkar sýni hvar við stöndum, hún er hægri miðuð og rúmlega það og við getum aldrei, ég held að stefnuskráin... Þú sér ekki fyrir að fara að vinna með Sönnu eða Silju? Nei, ég held að við náum ekki saman en ég er líka bara með reynslu að því að horfa á hluti og 2017 til 2024 voru sjálfstæðisflokkurinn að reyna að vinna með vinstri flokk og við sjáum hvernig það fór þannig að ég myndi nú reyna að læra því líka. Einmitt, takk fyrir það. Það er áður en þið fáið síðan tækifæri til þess að ávarpa þá kjósendur sem hér eru og eru með okkur á netinu í lokin og þá er það eitt atriði sem að mig langar að bera undir ykkur og fá ykkur öll til þess að svara og það er eitt af áherslu atriðum félags eldri borgara er öflugt samstarf við Reykjavíkurborg og að slíkt samstarf byggi á samráði, virku samráði og gagnkvæmri upplýsingamiðlun. Ég held að það fari ekkert á milli mála að það er mörgum í félaginu svona ákveðið vonbrigðaefni og voru ákveðin vonbrigði að öldungaráðið er breytt og lagt niður og svo telur stjórn þessa félags líka og eftir bestu vitund að þá er Reykjavíkurborg eina sveitarfélagið á landinu sem ekki styður beinlínis við félag eldri borgara í sínu sveitarfélagi. Það mun vera allstaðar hér í kring. Ég vil ekki auglýsa eftir, sérstaklega fyrir þennan hagsmunahóp, ég vil auglýsa eftir afstöðu ykkar til þessa samstarfs og hvernig þið geti séð fyrir ykkur að það geti orðið betra og í samræmi við það sem að þessi hópur óskar eftir og þá ætla ég kannski að leyfa mig núna að byrja á stærstu flokkunum sem eru líklegasti til þess að ráða einhverju samkvæmt skoðanakönnunum eins og þær eru núna. Þannig að Steinunn, gjörðu svo vel. Fáum við aftur öldungaráð? Já, ég er hjartanlega sammála því að samráð við borgarbúa skiptir mjög miklu máli og maður hefur heyrt það að fólki finnst eins og það sé bæði ákveðin gjá á milli ráðhússins og embættismannakerfisins og síðan gjá við borgarbúa og ég held að sé ótrúlega mikilvægt að brúa þetta bil og það verður ekki gert öðruvísi en með því að tala við fólk sem að býr í borginni og við vitum það bara að ef maður er að hanna einhverja þjónustu eða að breyta einhverjum stefnum að maður getur ekki gert það rétt nema að vita hver vandamálin er og hvað það er sem fólk er raunverulega að takast á við í sínum hversdegi til þess að maður komi fram með raunverulega réttu lausnirnar. Ég er í rauninni að spyrja sérstaklega samráð og samvinnu við félag eldri borgara. Það er á ykkar vakt sem að þessu er breytt og menn spyrja getum við oft vona á einhverju frekari, innan gæsalappa árásum eða breytingum sem eru í andstöðu við vilja eftir því sem að ég skilja meiri hluta þeirra sem eru í félagi eldri borgara. Það er ekki von á því að samráði verði minnkað. Það er von á því að allt samráð verði aukið og það stendur mjög skýrt í okkar stefnuskrá fyrir þessar kosningar að samráð við þá hópa sem að búa í borginni, það skiptir mjög miklu máli. Þannig að ég get ekki tjá mig nákvæmlega útfærsluna á því að ég þekki einfaldlega bara ekki nákvæmlega hvernig kerfið virkar, hvorki í ráðhúsinu né í embættismannakerfinu þannig að ég geti útfært það hér og nú. En ég held að það sé mjög mikilvægt að styðja við þennan félagsskap og þetta hagsmunafélag og að leita til þeirra með reglubundnum og skýrum hætti eftir þeirra hugmyndum, sjónarmiðum og áherslum. Hildur. Já,
eins og ég kom inn á áðan þá lögðust við sjálfstæðismenn gegn því þegar fulltrúum félags eldri borgara var fækkað í öldungaráði og við lögðumst gegn því þegar öldungaráð var látið renna inn í mannréttindaráð. Það var ekki að því við vorum á móti til að vera á móti eins og einhver sagði hér áðan, heldur vegna þess að þetta voru vondar hugmyndir. Við myndum vilja endurvekja öldungaráð bara í sinni gömlu mynd og myndum taka því fagnandi ef að félag eldri borgara vill fjölga sínum fulltrúum. Við sjáum fram á marga samstarfsfleti og ég að tala svo mikið húsnæðismálin þegar kemur að eldra fólki. Við myndum vilja auka samstarf og samtal og samvinnu húsnæðislausnir fyrir eldra fólk, bæði við félag eldri borgara, samtök aldraðra og fleiri aðila sem hafa áhuga á að byggja sérstaklega fyrir þennan hóp. Takk fyrir það. Einar? Sko, ég held að ég alveg sammála þessu og auðvitað þurfum við að efla samtalið og samráðið en ég, að því það svona, mér heyrist þú aðeins vera að fiska eftir beinhörðum tillögum. Sko, nú og ef við tökum sko, félag eldri borgara en fjölmörg önnur félög og samtök í borginni sem að vinna ótrúlega mikilvægt starf út í samfélaginu og það geta verið þessi líknarsamtök og svo bara kalla og kvennakórar og alls konar samtök sem að reka húsnæði. Bara svo þetta í nefnið það sko, þá félag eldri borgara dálítið stór kór? Já, 3500 manns eða ekki, hér? 16.000? Já, það voru stanguðiðmennindi sem voru 3.500, þeir voru í gær, ruglaði því saman. En það sem ég að meina það að við getum ég var til að skoða það hvort það væri hægt að létta undir rekstri húsnæðis, félagsheimila, frjálsar félagsamtaka í borginni. Það eitthvað sem við getum gert og svo að efla svona formlegan samráðsvettvang borgarinnar við félög eldri borgara. Já, og við höldum áfram. Oktavía. Já, ég held að það sé mikilvægt að með þeim breytingum sem gerðust sem gerða verkum að öldungaráð kom undir mannréttindaráð nú 3 hver viku eða kemur inn, þá hvernig á ég að orða þetta? Ég var pínu skeptísk ef ég má vera alveg hreinskilin þegar þetta gerðist. Það sem var afskaplega gott og Sigur má endilega leiðrétta mig, við þessu útfærslu við höfum lært rosalega mikið hvað það þýðir að hafa áhrif hinna hópana, hinna ráðana, hinna nefndana á hvort annað. Svo það eitthvað þar sem ég myndi vilja taka áfram en eftir situr að hagsmunahópar og félag eldri borgara ættu ekki bara að hafa setu í mannréttindaráði, heldur líka umhverfis og skipulags að velferðar. Við þurfum að finna leiðir til þess að hagsmuna út af það pínu handháskemmt að það kemur eitthvað upp og þá sérstakur aðili sem beðinn að koma inn fyrir ráð og svo framvegis. Ég myndi vilja festa það og við myndum vilja festa það betur í sessi svo þetta samtal, þessi hlustun og þessi ákvörðunartaka sem gerist inn í þessu ráðamannendum í Reykjavíkurborg fái meira beint lýðræði, meira beint í æð eins og við gerum í mannréttindaráði þegar hluti koma upp, fá líka bókanir frá félag eldri borgara þegar eitthvað kemur upp sem líka geta sett pínu dagskrávald. Það líka það sem það fjallar og þetta með íbúðaráðin sem Einar svo yndislega talaði áðan, ef að hlutir ekki virka þá verðum við líka að hafa kært til að segja hvernig við þá að endurskipa, endurgera og lýðræðismálin varðandi íbúðaráð og ýmis aðra útfærslur þær hafa hreinlega ekki virkað eins og við vildum. Og þá heldur ekki vera þannig að ég segi og skal segja hvað við sett á dagskrá. Þá vera þannig að borgarar í Reykjavík hafa miklu meiri aðkoma á hvað við sett á dagskrá. Já. Og það núna í farvegi og klárast vonulega næsta mánuði. Sandra. Já, mér finnst í rauninni, ef ég tala aðeins bara svona félagsstarfið og félag eldri borgara, þá skiptir það okkur í Viðreisn gríðarlega miklu máli að við séum að styrkja svoleiðis starf fyrir allan aldur af því að það hefur bara gríðarlega mikið svona forvarnargildi og hefur bara áhrif á lífshamingju og lífsgæði fólks þannig að ég myndi gjarnan vilja skoða hvernig við getum komið til móts við félag eldri borgara.
Ég bara þekki ekki kerfið nógu vel varðandi öldungaráðið en mér heyrist svo tilraun kannski allavega ekki hafa virkað neitt rosalega vel og þá finnst mér að það eigi að endurskoða það. Hvort eigi að fara alveg í sömu mynd og það var í, ég veit það ekki, en mér finnst það samt, það þarf að skoða þetta því að þetta greinilega einhverju vankantar á því sem var gert. Ætli það geta bara ekki eftir því hvernig þið sitjið, Sigfús? Hver eru betri til þess fallnir að fjalla málefni eldri borgara heldur en eldri borgarar sjálfur? Þannig að ég segi nú ekki annað en að eldri borgarar hafi mest það að segja en ekki einhver ráð og nefndir í ráðhúsinu. Þannig ég held að þetta segi svolítið til mína skoðun. Guðmundur Ingi. Já, ég formaður í félagasamtökum og ég held ég endi nánast öll viðtöl á að segja að það þarf meira samráð og samtal, annars leysast vandamálin ekki. Og þá bara sama við hér, það er ekkert okkur án okkar. Eins og grænlendingarnir segja? Já, nákvæmlega. En ég var nú að undirbúa mig fyrir þennan fund í dag og var einmitt að kanna þennan hlut og mér var sagt að eldri borgarar væru svo ánægðir með að vera ekki lengur í öldungaráðinu og þannig að það er greinilega ekki rétt. En stefna Flokks fólksins er að efla notendaráð félagsmiðstöða og fá aðila þaðan í hverfisráðin og koma aftur á öldungaráði. Það er okkar stefna. Takk fyrir það, Ari Edvald. Já, mér finnst að sjálfsögða að Reykjavíkurborg eigi að hafa náið samráð við félag eldri borgara þau málefni sem að þeim snúa og fráleitt ef að það væri öðruvísi. Og mér finnst líka að borgin eigi að gæta jafnræðis í því hvernig hún stendur að því að styðja við starfsemi félagasamtaka og eigi að styðja við þessa starfsemi eins og ýmsa aðra. Takk. Hjördís, hafið þið tekið afstöðu til þessara mála? Við höfum ekki tekið afstöðu til þessar mála en þetta fellur samt vel að okkar hugmyndum að þegar við erum að bæta þjónustuna þá er engin betri til þess að segja hvaða þjónusta er góð, aðrir en þeir sem að njóta þjónustunar. Þannig að klárlega viljum við vera í góðu samráði við félag eldri borgara en við viljum líka vera í samráði við eldri borgara á öðrum sviðum eins og inn í hverfunum og í þeirra nærsamfélagi. Sanna? Þessar breytingar sem voru gerðar voru einmitt til þess að tryggja að fleiri hópar væri að tala saman því að oft erum við kannski að tala dálítið hlutina ekki við hópana sem að við gætum fengið gagna af en mér finnst bara sjálfsagt og eðlilegt að við rýnum bara hvernig tókst til, hvernig fannst okkur þetta virka, viljum við halda því áfram, viljum við breyta einhverju og í borgarstjórn þá höfum við verið með til dæmis fundi með ungmennaráðum Reykjavíkuráða þar sem að koma það bil 8 fulltrúar ungmenna sem eru þá hluti af þeim borgarstjórnarfundi og það hefur verið mjög skemmtilegt og gagnlegt upplegg sem ég held að mætti alveg yfirfara á fleiri aldurshópa og jafnvel skoða það og ég er líka bara mjög mikil talskona þess að borgarfulltrúar séu einmitt bara í virku samtali við íbúa, við höfum verið með viðtalstíma og höfum aldrei verið að fara út í hverfin og ég fór einn mánudaginn upp í Árbæ borgarbókasafnið og það var prjónahópur, held ég frekar saumahópur, kvenna sem var sem sagt þarna á mánudeginum og það var bara mjög gagnlegt og gaman að fá að heyra meira hverfið þannig ég held við mættum líka leggja áherslu á meira samtöl út í hverfum að það sé skipulagt og fara til fólksins í borginni en svo vildi ég líka bara nefna að við erum síðan með húsnæði sem að mætti kannski nota betur í borginni við erum með þessi samfélagshús og menningarhús vísvegar borgina þannig að það er líka bara mikilvægt að ef við erum með eitthvað húsnæði sem hægt er að nýta undir starfsemi að við skoðum þá almöguleika líka. Takk fyrir Silja Sóli. Já, við viljum að sjálfsögðu auka samráð við félag eldri borgara og önnur hagsmunasamtök eldri borgara. Það er gífurlega mikilvægt að þau hafi mesta vægi þegar kemur á málum þeirra. Ég las daginn aðgerðaráætlun ofbeldi í Reykjavíkurborg og mér fannst blasa við og það má leiðrétta mig ef það er rangt að eldri borgarar kom ekki mjög mikið að þessari aðgerðaráætlun að það voru 2 liðir sem kom að ofbeldi gegn öldruðum þar sem var fræðsla til starfsfólks á netinu og upplýsingar ofbeldi til aldraða og aðstandenda á netinu og það voru einu aðgerðarnar gagnvart þessum gífurlega vandamál sem við stöndum frammi fyrir þannig ég held að þegar það kemur líka bara að aðgerðaráætlunum, stefnumótun og stærri verkefnum að það sé miklu auknara vægi af eldri borgurum að koma að þeirra málefnum og líka félagasamtök gefa líka út ályktanir og gefa út líka sína stefnur að það sé líka tekið þær alvarlega
af því að borgin á að vera að þjónusta sína borgarbúa og félagasamtökin eru að halda utan sína hópa og það er mjög mikilvægt að hlusta líka á þá vinnu sem er verið að gera innan félagana. Takk Silja Sóley, það dregur á lokum. Áður en að þið fáið orðið aftur og ég biðst afsökunar á því að hafa stjórnað þessu svo illa. Það er ljóst að við förum eitthvað fram yfir 4 sem að átti að vera, en ég sé ekki þetta óskaplega mikla hreyfingu á fólki hér í salnum og ég vona þeir sem að sitja við tölvurnar sínar, þeir séu jafn áhugasamir að fylgjast með áfram. Þannig ég ætla að biðja ykkur að hafa smá þolinmæði viðbót, því að áður en að þau fá að segja þetta þá ætla ég að nefna nokkur atriði og er í rauninni að beina þið til ykkar fyrir hönd félags eldri borgara. Hver eru áherslu atriði félags eldri borgara? Og það er til dæmis að félagið leggur áherslu á það að Reykjavík fari ekki halloka í samanburði afslátt af fasteignagjöldum. Það er mjög misjafnt hversu sá afsláttur er hér bara í nágrannasveitarfélögum okkar og að allir flokkar sameinist það að Reykjavíkurborg hafi mestan metnað allra sveitarfélaga hvað þetta varðar til að mæta á þeim sem eru tekjulægstir. Svo vil félagið líka leggja áherslu á að Reykjavík auki frumkvæði sitt til að kynna þjónustu borgarinnar gagnvart eldra fólki, að mönnun heimaþjónustu sé ávallt eins og best verður á kosið, til dæmis með tilliti til menntunar, reynslu og bakgrunnsskoðunar. Og hér get ég svo sem bætt við að við hefðum getað varið tíma í það að heyra hugmyndur lausnir á hvernig eigi að manna þessa þjónustu sem er alltaf eitt eilíft vandamál, en við höfum ekki tíma til þess, sjálfsögðu ekki. En félagið leggur líka áherslu á það sem gerða reglubundnar kannanir á gæðum þjónustunar og það sé sérstaklega fylgst með og tekið á því með viðeigandi hætti ef starfsfólk verður uppvíst að ofbeldi gagnvart skjólstæðingum sínum. En rannsóknir á Norðurlöndunum þær gefa til kynna að 1/3 ofbeldisbrota gagnvart eldra fólki megi rekja til heilbrigðisstarfsfólks. Þetta er líka annað atriði sem við, og ég vil bara benda ykkur á það að félagið var með fyrir, nokkur mánuðum síðan, sérstaka málstofu og málþing ofbeldi gagnvart eldra fólki. Hvað varðar hjúkrunarheimili og dagdvalir og þá leggur félagið áherslu á að það verði veitt heilbrigðisþjónusta á stöðum þar sem að dagdvöl eldra fólks er í boði og jafnframt verði hún aukin á hjúkrunarheimilum, til dæmis með heyrnar, ögn og tannlæknaþjónustu. Í húsnæðismálum og þá er félagið þess hyggjandi að það verði hugsað fyrir óhagnaðardrifnum byggingafélögum að þær fái lóðir til að byggja fyrir eldra fólk og það verði lögð áherslu á að mæta fjölbreyttum húsnæðisþörfum þessa hóps við framtíðarskipulag borgarinnar. Þetta hefur verið komið talsvert inn á í þessum umræðum hér í dag. Og svo var ég að nefna það líka að þetta með samstarf og samráð við félag eldri borgara. En ég ætla bara að biðja ykkur kæru frambjóðendur og væntanlegir borgarfulltrúar að hafa þessi áherslu atriði þessa stóra hóps. Þetta er 16.000 manna félag og það er ansi margir sem eru komnir á þennan aldur sem betur fer staðan þannig að langflestir í þessum hópi hafa það bara býsna þokkalega gott. En það er stór hópur líka sem þarf sérstakann stuðning og við ætlum að biðja ykkur að hugsa þá líka þegar þið verður komin í embætti, þau sem að komast. Og við ætlum að ljúka þessu áður en að Sigurður Ágúst slítur þessum fundi með því að fara öfugaröð með það sem við byrjuðum og gefa frambjóðendunum kost á því á 1 mínútu, og ég verð aftur með tímann, að skýra af hverju við og aðrir kjósendur eigum að greiða þeim atkvæði. Og við byrjum lengst til vinstri, Oktavía. Veitu, aðeins, ég verð að starta aftur því að gjörðu svo vel, Oktavía. Já, ég held að nú þekki ég ágætlega til félag eldri borgara og hef verið lánsamt að taka þátt í varðandi Pírata. Þá er áherslur félagsins afskaplega eins grunnstefnu okkar og höfum við unnið ötult að því í borginni. Það er ekki bara öryggi og sjálfsákvörðunarréttur og samstarf og aukin samvinna, heldur líka að við gerum hlutina betur, að við gerum hluti öðruvísi sem virka ekki
og þær stefnur eins og borgarhönnunarstefnan, þjónustustefnan og einstaklingsmiðuð þjónusta skiptir máli. Við viljum skemmtilega borg og það að fara eftirlaun á ekki að þýða að maður fer einhvern veginn í geymslu einhvers staðar. Við verðum að hanna borg sem ekki bara gerð fyrir einn hluta samfélagsins, heldur fyrir okkur öll til þess að vaksa og eldast í. Takk fyrir, Sandra Hlín. Já, það í kjarna Viðreisnar að vilja einfalda kerfin, hafa þau svona gegnsæ og vera með gæðastaðla og við höfum talað fyrir því að það séu gerða reglubundnar kannanir á öllum sviðum og við séum að tryggja gæði þjónustunar og við höfum sannarlega stigið fast niður varðandi ofbeldismál og þá líka við gagnvart öldruðum og við viljum bara gjarnan fá að heyra meira frá ykkur, að við viljum tala við fólk, ekki yfir fólk og viljum bara bjóða ykkur að koma í kosningamiðstöðuna og spjalla við okkur. Takk fyrir það. Sigfús. Ég held að grunnurinn sé nú samtal og skilningur. Ég held að þar liggi nú lausnirnar, réttlæti. Við höfum ekki ég búin að koma að nokkurum svona málum og reynt að vera með í einhverjum málum eldri borgara. Mér finnst þetta spennandi málaflokkur, stór hópur og ég held að sé allt búið að koma hérna fram í dag sem hægt væri að segja, en við erum auðvitað bara á því að við þurfum að tala saman. Takk fyrir það. Hildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Það auðvitað komin tími á stefnubreytingu í Reykjavík og Sjálfstæðisflokkurinn eini flokkurinn sem hefur styrk til þess að leiða slíkar breytingar eftir kosningar. Við erum auðvitað svo heppin að búa í þessu stórkostlega landi sem alveg á heimsmælikvarða, en höfuðborgin okkar ekki á heimsmælikvarða. Og við Sjálfstæðismenn viljum setja meiri kraft í lögbundna þjónustu við íbúana, hætta þessum gæluverkefnum og hætta að reyna að ala íbúana upp, heldur setja kraft í það að gera Reykjavík að mestu lífsgæða borg heims. Og það eitthvað sem þjónar íbúum á öllum aldurskeiðum. Takk, Guðmundur Ingi. Já, það skiptir máli að geta treyst þeim sem fara með valdið. Þeir geti treyst okkar fólki, við stöndum við það sem við segjum og komum málum í gegn. Við viljum setja á fót embætti eða einhvers konar umboðsmann eldri borgara og því ofbeldi gegn eldra fólki raunverulegt vandamál. Við viljum tryggja tíðari innlit til fólks, enginn á að sitja einn og gleymdur. Og við þurfum fleiri virkniúrræði, fleiri tækifæri til þáttöku og hreyfingar og félagslíf fyrir alla. Við segjum alltaf fólki fyrst og svo allt hitt. Takk. Takk. Steinunn. Já, það hefur verið ótrúlega gaman að ferðast borgina og hitta fólk og það sem við heyrum að flestum finnst Reykjavík vera frábær borg en sérilagi fólk stolt af hverfunum sínum og þess vegna finnst okkur mikilvægt að beina sjónum okkur þangað og glæða hverfin lífi. En við finnum líka að fólk að segja okkur að kerfin hafa þyngst og það hefur gerst á kostnað þjónustunnar og þá þetta skylda okkar jafnaðarmanna að hrista upp í kerfunum. Og þannig við boðum breytingar en á forsendum jafnaðarmennsku. Og á meðan það eru aðri flokkar sem að boða harkalega hægri beygju í Reykjavík sem að mun alltaf bitna verst á venjulegu fólki. En við vinnum fyrir venjulegt fólk og þess vegna segjum við að við séum með nýjar áherslur en sama markmið, borg fyrir fólk. Takk. Takk. Ari Eðvald, gjörðu svo vel. Takk. Við viljum taka til í rekstri borgarinnar svo við getum lækkað gjöld leið og við bætum þjónustuna við borgarna. Og það hægt. Reykjavíkurborg stærsta sveitarfélagið og ætti að geta verið rekið með mestri hagkvæmni en svo alls ekki. Við sjáum til dæmis að stjórnsýslukostnaður og íbúa 50% hærri heldur en meðaltali 5 stærstu sveitarfélagana á Íslandi. Og Reykjavíkurborg væri að skila tapi ef ekki væri fegraðreikningurinn með hækkun á matsvirði félagsbústaða 83 milljarðar síðustu 10 ár, arðgreiðslum frá Orkuveitunni sem þarf að hækka gjöld á íbúana og sölu á lóðum uppstrengdu verði svo dæmi séu tekin. Þessu þurfum við að breyta og borgin líka allstæðar í hæstu gjöldum, 14,97% útsvar, 0,18% fasteignagjöldin sem við viljum sjá afslætti frá og svo framvegis. Það þarf að taka til í rekstri borgarnar og við ætlum að gera það. Takk. Takk, Ari. Hjördís. Já, við erum með áherslu á þjónustuna og við viljum að hún sé góð. Eitt að fá að vita hvernig þjónustu fólki þarf, annað að tryggja að þjónustan sé góð.
Ingimar oddvitinn okkar, hann hefur rekið tölvudeildina og þjónustuverið í Kópavogsbæ í 1,5 áratug og hefur mikla þekkingu af þessu, þannig að við viljum náttúrulega alltaf kanna og heyra hvað er verið að gera vel, hvað má betur fara og laga það. Þannig að það er eitt. Síðan er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt að eins og dagdvalarheimilum að bjóða upp að það þjónustu sem að fólk þarf þangað, læknaþjónustu, tannlækna og ekki bara læknaþjónustu og heilbrigðisþjónustu, heldur líka kannski hárgreiðslu eða fótsnirtingu og fleira sem að fólki finnst gott að fá. Takk fyrir Hjördís. Einar Þorsteinsson. Já, kæru vinir, ég held að það sé smá misskilningur hérna í gangi. Borgarmálin snúast voðalega lítið hægri eða vinstri. Hvort er það hægri mennska eða vinstri mennska að fækka bílastæðum? Hvort er það hægri mennska eða vinstri mennska að fækka akrinum fyrir bíla eða kaupa gamalt hús og breyti leikskóla og það gengur ekki, taka svona áhættu? Hvort er það hægri eða vinstri? Sko, þetta snýst bara skynsemi og láta af tilraunamennsku og ábyrgðarleysi og lausatökum í fjármálum. Þegar við í Framsókn komum inn í borgina eftir síðustu kosningar, blasti við okkur 16 milljarða halli og við snerum hann niður og þegar ég skilaði af mér mínu ári, þá var 5 milljarða afgangur. Ég var fyrsti borgarstjórinn í 5 ár sem skilaði afgangi af borgarsjóði. Þannig ég kann alveg að taka til í rekstrinum. En á endanum þurfið þið bara að gera það fyrir ykkur, viljið þið áframhaldandi óbreytta stefnu. Hún kemur ef þið kjósið Samfylkinguna og þessa vinstri flokka, eða viljið þið skynsemi og flokk eins og Framsókn sem átta sig á því að þetta snýst borgarbúa, þetta snýst þjónustuna, þetta snýst eldra fólk. Hver króna sem að við setjum í það að halda þessum þjóðfélagshópi hamingjusömum og heilbrigðum fáum við margfalt tilbaka. Takk fyrir. Takk Einar. Sanna Magdalena. Vinstrið vill hlusta. Ég talaði við eldri mann daginn og hann bjó á stað þar sem að var hægt að kaupa mat svona dagstæðilega og ég var eitthvað að spyrja út í það hvort það væri ekki góður matur en hann sagði jú en sagði mig frá því að hann væri sko bara að kaupa hádegismatinn en ekki kvöldmatinn af því að hann virtist ekki hafa efni á því og ég hugsaði bara vá hvað þetta er sorglegt og þetta kemur inn í ykkar áherslur sem að þið eru með að einmitt hugsa þau sem að standa höllum fæti. Það er ákveðin hópur sem býr við fátækt og þannig á það ekki að vera og það er ákveðin hópur sem er með skertan lífeyri. Maður hugsa líka eldri borgara sem að hafa kannski dvalið erlendis lengi og þannig ég hjartanlega sammála ykkur í því og líka absolutt svo ég sletti aðeins með óhagnaðardrifna húsnæðisuppbyggingu. Það er svo sannarlega vinstri áhersla. Takk fyrir fundinn. Takk sömuleiðis, Sanna. Silja, gjörðu svo vel. Mætti ég fara að heyra spurninguna aftur? Þetta er einfaldlega að þið hafið 1 mínútu til þess að samfæra þá sem eru hér, eru að fylgjast með okkur á netinu af hverju við ættum að kjósa þig og þinn flokk, Sósíalistaflokkinn. Já, takk fyrir. Ég þá fengi einhverja aðra spurningu senda í e-mail. En við, fyrst og fremst viljum við óhagnaðardrifna stefnu í húsnæðismálum og það er bara lykilforsenda að við myndum fara inn í meirihluta. Þetta er sá málaflokkur sem hefur mestu áhrif á líf fólks alveg frá þeim allra yngstu í þau elstu. Og það skiptir verulega miklu máli eins og eldri borgarar að gera sér grein fyrir að þær nýbyggingar sem við verðum að byggja eru á bara óhóflega háa verði og það þarf að gera eitthvað í því. Og þarna, já, það eru bæði mjög dýrar og það eru líka bara margir sem búa við bákjör. Það eru mörg hundruð eldri borgarar sem búa bara við fátæktamörkin og það þarf að koma til móts við þennan hóp og það er aðeins í skjóli óhagnaðardrifna stefnu í húsnæðismálum. Og síðan munum við líka berjast fyrir því í meirihlutaviðræðum að tryggja viðeigandi og mannsæmandi þjónustu til eldri borgara, hvort sem það er í heimaþjónustunni sem þarf að stórefla og þarf miklu skýrara eftirlit og miklu skýrari þjálfun til starfsfólks þannig að geti raunverulega verið að aðstoða eldri borgara og líka á hjúkrunarheimilum og það gerist best ef við erum að sinna þessu sjálf. Við munum jafnframt beita okkur fyrir því að eldri borgarar hafa aukið vægi, við viljum auka þetta samráð, við viljum að þau komi beint að stefnumótuninni þegar kemur eldri borgurum. Takk Silja, síðasti ræðumaður dagsins, fyrsti og síðasti í þessum panel
og ég íteka það aftur, það var dregið þessa röð, þannig að ég vil þakka ykkur fyrir að hafa virt tímamörk, býtu nú við, fyrir að hafa virt tímamörk og verið í kurteisi og málefnalegri umræðu hér og að lokum að þá tekur til máls Sigurður Ágúst, formaður Félags eldri borgara í Reykjavík. En ég þakka fyrir mig. Ágætu félagsmenn og gestir, þetta búið að vera mjög áhugavert að hlusta á hvað okkur stendur til boða í kosningunum. Við erum kannski töluvert vísari það hvað eldri borgarar eiga að kjósa. En mig langar aðeins að koma hér inn á öldungaráðið af því að Einar sagðist ekki muna hvað upphæðin væri sem að hefði verið lofað og var forsenda verið því að eldri borgarar væri rukkaðir 4.000 krónur á ári í sund. Þá var talað að 16 milljónir kæmu inn í þjónustugjöld fyrir eldri borgara í gegnum íþrótt- og tómstöndaráð sem reka sundlaugan. Ég sem fulltrúi í öldungaráði fyrir félagið óskaði eftir því fyrir 11 mánuðum síðan að fá upplýst hver upphæðin væri sem kom inn 2024 og í hvað það fór. Síðan ætlaði ég í framhaldinu að spyrja árið 2025. En ég er ennþá að bíða eftir þessum upplýsingum. Það veit enginn í hvað þessi peningur fór. Og það er mjög dapurt og það er búið að ítreka þessa spurningu í þrígang og enn er ekki komið svar. Þetta er bara enn eitt dæmið sem að við í félag eldri borgara höfum upplifað með borgarstjórn, fráfarandi borgarstjórn eða sem er að ljúka störfum. En það er dapurt að ég vil bara fullyrða að borgin hefur ekki sinnt eldri borgunum í Reykjavík eins og þeir ættu að gera. Við erum 16.000 kjósendur og það er undarlegt að það skuli ekki vera hlusta betur á okkur. Ég ætti kannski ekki að segja hlusta því að það er hlustað, en það er eitt gert. Það er allir hér, kemur fram í pallborðinu að allir hafa góðan skilning á því sem við erum að benda á að þurfa að gera. En það hefur ekkert gerst, allavega ekki síðustu 4 árin. Þetta er okkar upplifun, því miður. En miðað við það sem ég heyri núna, enn og aftur fyrir kosningar, að þá er maður vongóður að þau muna eftir eldri borgurum. Og að lokum, við erum virði en ekki byrði. Svo ykkur sé það ljóst. Við borgum meira í samfélagið, í sveitarfélagunum, heldur en þessi málaflokkur kostar sveitarfélag. Og þar eru árið 2023 12 milljarðar. Bara svo það sé sagt. En að lokum, bara takk fyrir góðan fund, góðan hug, og vonandi fá verkin að tala. En bara ég lík þessum fundi hér með. Takk fyrir komuna.